Kæru sveitarstjórnarfulltrúar, sveitarstjóri, starfsmenn fundarins og aðrir áheyrendur. Ég býð ykkur hjartanlega velkomin til þessa fundar í sveitarstjórn Borgarbyggðar númer 210 og segi fund hér með setta. Fundurinn haldinn í Hjálmakletti og bæði tekin upp í hljóði og mynd. Hægt að horfa á streymi og upptöku, beint streymi af fundunum og svo upptöku að honum loknum. Upptaka fundar í samstarfi við Kvikmyndafélag Borgarfjarðar. En til fundarins eru mættir aðalmenn Guðveig Eyglódóttir, Davíð Sigurðsson, Silja Eyrún Steingrímsdóttir, Finnbogi Leifsson, Halldóra Lóa Þorvaldsdóttir, Guðmundur Freyr Kristbergsson, Magnús Smári Snorrason og sú sem hér talar Lilja Björg Ágústsdóttir sem einnig stýrir fundi. Varamaður á þessu sinni Kristín Erla Guðmundsdóttir í fjarveru Sigrúnar. Starfsmenn fundarins að þessu sinni eru Flosi Hrafn Sigurðsson sviðsstjóri og Þórdís Sif Sigurðardóttir sveitarstjóri. Forseti óskar í upphafi eftir að fá að bæta inn 2 málum á dagskrá fundar með afbrigðum. Það leikskóladvöl frá því að fæðingarorlofi lýkur og kosning í ráð og nefndir 2021. Þessir liðir kæmu þá inn sem dagskrárliðir 11 og 12 í þeirri dagskrá sem liggur fyrir fundinum. Þá bið ég þá fundamenn sem samþykkja þessa breytingu á dagskrá vinsamlegast að gefa merki. Hún samþykkt samhljóða. En þá okkur ekkert að vanbúnaði og göngum því til dagskrár. Fundardagskrár þessu sinni í 21 lið og fyrsti liður á fundardagskrár skýrsla sveitarstjóra. En undir þeim lið ætlar Þórdís Sif sveitarstjóri að fara yfir allt það helsta á vettvangi sveitarfélagsins þessa mundir. Og ég gef sveitarstjóra orðið. Já, forseti og sveitarstjórnarfulltrúar, ég hef ákveðið að taka upp þennan vinsæla lið skýrsla sveitarstjóra, enda finnst mér mikilvægt að koma ákveðnum upplýsingum á framfæri við ykkur. Skýrslan verður kannski í lengra lagi í dag miðað við aðra daga, en það kannski út af því að þetta fyrsta skipti sem við gerum þetta. En það má í rauninni segja að undanfarna vikur hafi verið undirlagðar af húsnæðismálum af ólíkum toga í bland við annað skemmtilegra. Tímabundnar lagfæringar hafa verið gerðar á húsnæði grunnskólans á Kleppjárnsreykjum og unnið að því að finna réttar lausnir varðandi tímabundið skólahúsnæði og meðan verið að tryggja varanlegt skólahúsnæði. Vinna við lagfæringar á húsnæði Ráðhússins af sömu ástæðu og grunnskólans á Kleppjárnsreykjum hófst en þurfti að stöðva þar sem að raki var meiri í steinsteypu en talið var og unnið að greina hvaðan sá raki kemur. Og ákveðið hefur verið að fara í nánari úttektir á báðum þessum húsnæðum og finna tímabundnar lausnir. Núna í síðustu viku var ákveðið að loka starfsemi öldunar að Brákabraut og það vegna úttektar eldvarnareftirlitsins á húsnæðinu en húsnæðið uppfyllir ekki kröfur eldvarnareftirlitsins til slíkra starfsemi. Hæfing öldunar var færð tímabundið á 7. hæð Borgarbrautar 65 þar til að annað verið ákveðið með framhaldið. Strax í kjölfarið á þessari ákvörðun var tekin ákvörðun hjá eldvarnareftirlitinu að taka út restina af húsnæði sveitarfélagsins að Brákabraut 25 og 27. Í gær átti byggðarráð fund með eldvarnareftirlitsmanni og byggingafulltrúum og var tekin sameiginleg ákvörðun að loka allri starfsemi í húsnæði sveitarfélagsins að Brákabraut 25 og 27 frá og með laugardeginum. Fundur var haldinn klukkan 1 í dag með öllum leigjendum húsnæðisins og þeim kynnt niðurstaðan að eftir morgundaginn skuli allri starfsemi hætt í húsinu. Þetta ekki léttvæg ákvörðun, en þetta nauðsynlegt. Þetta ákvörðun sem við teljum réttast að taka í ljósi ástand húsnæðisins með tillit til öryggis og eldvarnamála og þess vegna þeirra hættu sem þar getur skapast. Það hefur verið í umræðinni í mörg ár að hluti húsnæðisins skyldi rifinn þar sem ónýtt húsnæði hefur verið að ræða en það hefur í rauninni ekki verið greint eða tekin inn ákvörðun slíkt. Við vitum að það ýmislegt sem ýmissu sem ábótavant
í húsnæðinu og það hefur ekki verið tekin ákvörðun framhaldið. Málið verður svo tekið fyrir í byggðarráði á fimmtudaginn þar sem við ræðum þá mögulega framhald og hvernig þessu skuli háttað. Leigjendur hafa heimild til þess að geyma muni í húsnæðinu áfram að í ótiltekinn tíma sem að við munum bara vinna með þeim í framhaldinu en öllum leigjendum verður sagt upp húsnæðinu að stöddu. Þessi fundur var góður. Það var vel mætt og ég held að þegar að þau fengu í rauninni svona upplýsingar frá eldvarnafulltrúa hafa allir gert sér grein fyrir því að þetta er nauðsynleg ákvörðun en þetta er ekki eitthvað ákvörðun sem við erum að taka af því að okkur finnst af því að við viljum taka hana. Sveitarstjórnarfulltrúar mættu síðan til fundar í slökkvistöðinni í Borgarnesi þar sem var farið yfir húsnæðismál. Og það er unnið að því að skapa bættar aðstöður fyrir slökkvilið en slökkvilistjóri og aðstoðarslökkvilistjóri er að vinna að forgangsröðum umbóta, aðstöðunar og aðbúnaðar slökkviliðsins. Þá er nóg komið að húsnæðismálum í bili. En fyrst við erum farin að tala slökkviliði þá er tilvalið að segja frá samtali sem er í gangi milli Borgarbyggðar, Akraneskaupstaðar og Hvalfjarðarsveitar samstarf eða samrekstur slökkviliða. Það hefur aðeins verið rætt þetta á byggðarráðsfundi en undanfarið hafa forstöðumenn sveitarfélaganna og slökkvilistjórar funda vikulega þar sem við erum að fá í rauninni fræðslu og upplýsingar hvernig hefur gengið hjá þeim slökkviliðum sem hafa farið í sameiningar eða samstarfi í öðrum landshlutum. Við erum að heyra frá sérfræðingum og frá einstaklingunum sjálfum sem hafa staðið í þessum breytingum. Það hafa engar ákvarðanir verið teknar að fara í samstarf eða samrekstur en við erum að viða okkur upplýsingum og þegar upplýsingarna liggja til staðar og við höfum kynnt okkur málið þá verður farið í rauninni að sjálfsögðu með það inn í sveitarstjórnir og bæjarstjórnir hvort það sé vilji til að halda áfram með að fara í eitthvað svona formlegar umræður samstarf eða samrekstur. En þetta ferli hefur verið virkilega lærdómsríkt og við höfum orðið þess vísari með hvaða hætti er í rauninni ágóði ágóði fyrir sveitarfélög að fara í þetta samstarf og það er þá helst á faglegu hliðina. Ég vil líka vekja athygli á ytri úttekt Menntamálastofnunar á leikskólanum á Uglukletti sem kom glimrandi vel út en eins og ég segir í skýrslunni þá fer þar fram metnaðarfullt og faglegt starf þar sem lýðræðisleg vinnubrögð, virðing og hvatning og traust einkenna samskipti og samstarf leikskólans og allir fá að hafa rödd. Enn fremur kemur þar fram að samskipti starfsmanna við börnin einkennist af virðingu og umhyggju fyrir einstaklingum og að komi sér fram við þau sem jafningja. Ég ætla að nýta tækifæri og hrósa starfsfólki og óska starfsfólki, leikskólabörnum og foreldrum þeirra innlega til hamingju með góðar niðurstöður. Þetta gerist ekki nema í samvinnu. Í vikunni fengum við senda samantekt á niðurstöðum íbúakönnunar 2020 undir yfirskriftinni Íbúar og mikilvægi búsetuskilyrða. Þar eru ýmsir þættir sem að koma vel út á Borgarfjarðarsvæðinu eins og það er skilgreint, svo sem náttúru og friðsæld ásamt loftgæðum, öryggi, góðu mannlífi og nettengingu. Það sem kom hvað verst út eru skipulagsmál, heilsugæsla, laun og vegakerfi. Við munum fá kynningu á niðurstöðum, fulltrúa byggðarráðs, við munum fá kynningu á niðurstöðunum á fimmtudaginn í næstu viku og þá í rauninni að fá upplýsingar hvaða breytingar hafa orðið á svæðinu milli kannanana en sambærilegu könnun var gerð árið 2017. Niðurstöður kannanna ríma í rauninni við niðurstöðunir í markaðsstefnumótuninni sem var gerð í fyrra. Fór fram síðastliðið vor og markaðsstefnumótunin var kynnt síðastliðið sumar á íbúafundi og þau verkefni sem komu fram í markaðsstefnumótuninni voru sett í aðgerðaráætlun og eftir forgangsröðun vinnuhóps um markaðsstefnumótunina hefur markaðsstefnumótunin farið til vinnslu í atvinnu-, markaðs- og menningarmálanefnd. Vinnuhópurinn hefur lokið störfum og nú hefur eftirfylgni með aðgerðaráætlun hafist og ýmis verkefni eru komin á stað og vonast við til þess að þessar aðgerðir leiði til þess að íbúar verði ánægðari með sitt sveitarfélag
og horfi í rauninni bara til bæjarfélagsins með björtum og jákvæðum augum. Aðrar aðgerðir sem hefur ráðist í sveitarfélaginu meðal annars vegna þessa breytt stjórnskipulag og það var í haust var samþykkt nýtt skipurit af sveitarstjórn og tilgangur skipulagsbreytingana var meðal annars að efla starfsemi sveitarfélagsins, leggja aukna áherslu á faglega stjórnsýslu, skilvirkni og þjónustu gagnvart þjónustuþegum. Nú eru 3 svið hjá sveitarfélaginu og auk þess var stofnuð skrifstofa sveitarstjóra. Á skrifstofu sveitarstjóra starfa auk mín María Neves samskiptastjóri og Soffía Dagbjört Jónsdóttir gæða- og mannauðsstjóri sem tók til starfa í byrjun janúar. Fjármálasviðið, þar eru Eiríkur Ólafsson sviðstjóri og fjármálastjóri og býr sveitarfélagið vel að Eiríki þar sem hann hefur starfað með okkur í þó nokkuð mörg ár. Sviðstjóri fjölskyldusviðs Hlöðver Gunnarsson en hann kom til starfa í september 2020 og að lokum stjórnsýslu og þjónustusvið og þar sviðstjóri Flosi Hrafn Sigurðsson sem situr hér með okkur sem bæjarritari að hann sviðstjóri og staðgengill sveitarstjóra. Helstu breytingarnar eru í rauninni á þessu stjórnsýslu og þjónustusviði og undir stjórnsýslu og þjónustusvið heyrir skipulags- og byggingadeild, umhverfis- og mannvirkjadeild og þjónustuver. Guðný Elíasdóttir deildarstjóri skipulags- og byggingadeildar og hún störf 1. febrúar síðastliðinn. Starfsmaður deildarinnar og skipulagsfulltrúi Drífa Gústafsdóttir tók til starfa 1. janúar, í byrjun janúar. Þjónustuver var síðan stofnað formlega 18. janúar síðastliðinn og hlutverk þess að veita hágæða þjónustu og vera upplýsingaveita fyrir íbúa og borgarbyggðar og annarra sem leita þar þjónustu. Lögð áhersla á að leysa sem flest erindi jafnóðum við fyrstu snertingu og einfalda og stytta því afgreiðslutíma og boðleiðir. Við opnun þjónustuversins var jafnframt lengdur opnunartími en í íbúakönnun hefur oft komið fram að það þykir óeðlilegt að hafa lokað í hádeginu en hérna frá opið í hádeginu og opnunartími frá 9:30 til 15 en vegna sóttvarnareglna þá ennþá í rauninni lokað inn nema maður tilkynni komu sína fyrirfram. Í fyrradag opnaði síðan netspjall á heimasíðu borgarbyggðar sem í rauninni opið líka frá 9:30 til 15. Það hægt að senda skilaboð sem sendast þá í pósthólf utan þess tíma. En með þessi erum við líka aftur að stytta boðleiðir og auka leiðir fyrir þjónustu þegar til þess að leita til sveitarfélagsins á einfaldan og góðan hátt. Og ég hvet ykkur til að skoða þessa leið og ef þið hafið ykkur á fyrirspurnir endilega að senda erindi til okkar. Þjónustuverið í þróun og safnast í upplýsingabanka þjónustufulltrúa með tíð og tíma en ég lít á þetta verkefni sem mikla framþróun og gott skref í rétta átt. Nú mikið kapp lagt í uppfærslu starfsmannahandbókar, gerð þjónustustefnu hafin og hafa allir starfsmenn sveitarfélagsins haft möguleika á að koma með athugasemdir þar inn og ég vil þakka starfsmenni fyrir sín innlegg inn í þjónustustefnuna. Það komu bara virkilega góðar athugasemdir og tillögur að atriðum sem ætti að koma þar fram. Enn fremur gerð gæðahandbók og verkferla hafin og stefnum við á að vera komin langt með það í haust. En gerð verkferla tekur tíma og það að innleiða verkferla vandað verk en vonumst til þess að þetta vinnist hratt og vel. Það enn fremur unnið að því að birta upplýsingar fjármál sveitarfélagsins á heimasíðunni til að auka gagnsæi með tillit til upplýsingastefnu sveitarfélagsins. Og síðan erum við að bæta upplýsingum í kortasjá lóðir og kostnað vegna þeirra. En það eru alls konar í pípunum sem ég held að við getum bara verið mjög stolt af og við finnum fyrir jákvæðum undirtektum starfsmanna ráðhússins við þessar breytingar og það léttur andi í dag sem virkilega gaman. Og ég rosalega stolt af því að vera hluti af þessu teymi sem núna byggjast upp með nýjum og eldri starfsfólki og nýju og eldri starfsfólki sem skiptir bara gríðarlega miklu máli. Við erum að verða
mönnuð sem við erum líka mjög heppin með. En við erum þó að leita fullum fetum af félagsráðgjafa og sálfræðingi, þannig að ef þið vitum eitthvað í þá stöður endilega hafið samband við okkur. Eftir sveitarstjórnarfundin í dag verður vinnufundur sveitarstjórnar þar sem við ætlum að fara yfir skýrslu rýnihóps eigenda Orkuveitu Reykjavíkur í tengslu við gjaldskrár Borgarbyggðar vegna fráveitu og vatnsveitu og eignarhlut Borgarbyggðar í Orkuveitunni. Á vinnufundinum verður áframhaldandi vinna við verkefni rætt og næstu skref ákveðin. En áætlað að haldin verði eigendafundur með eigendum Orkuveitunar niðurstöður rýnihóps og næstu skref. Það ekki ásetningu sveitarfélagsins að veitugjöld, það hitaveita og fráveita, hafi þau áhrif að fasteignaálögur í sveitarfélaginu þyki há og þyki mér slæmt að veitugjöld séu tekin inn í útreikninga þegar að vera að tala fasteignagjöld, en það náttúrulega eðlilegt, en þetta eitthvað sem við höfum kannski ekki, ef við höfum engin áhrif á eins og Álagningarprósenta fasteignagjalda í Borgarbyggð hefur verið lækkuð undanfarin ár, stendur í stað núna og en hefur verið reynt að lækka álagningarprósentuna. Við horfum fram á bjarta tíma í byggingu íbúðarhúsnæðis í Borgarbyggð. Fjölda lóða hefur úthlutað bæði Borgarnes og Hvanneyri og jafnframt á Varmalandi. Undirbúningur við byggingu óhagnaðardrifins leigu íbúðarhúsnæðis á lokametrunum við Brákarsund 5 og hér fyrir þessum fundi ákvörðun kaup sveitarfélagsins á einni af þeim íbúðum, en byggingar þeirra íbúða fer bara fljótlega af stað. Enn fremur skipulagning og samstarfssamningu vegna nýrra gatna og íbúðarbyggðar í Bergslandi á lokametrunum. Vonumst við til þess að geta sagt betur frá því á næstu vikum. Við þurfum að skoða aðalskipulagi okkar, við þurfum að sjá og finna út hver eru næstu framtíðarsvæði sveitarfélagsins og þetta eitt af þeim verkefnum sem gríðarlega mikilvægt að við förum í. Að lokum þá vil ég minna á íbúafund sveitarfélagsins sem verður haldinn 18. febrúar klukkan 8 kvöld, það klukkan 20. Þar sem við munum nota aðstoð tækninnar, við munum senda út í samstarfi við þar sem Kvikmyndafélag Borgarfjarðar sem með okkur hér í dag mun aðstoða okkur við útsendinguna og nýta tæknina til þess að fá spurningar frá áhorfendum. Við hvetjum ykkur til þess að mæta. Á dagskrá verður fjárhagsáætlun sveitarfélagsins 2021 eða 2021 og upplýsingar þær skipulagsbreytingar sem samþykktar voru haustið 2020 sem ég sagði stuttlega frá hérna áðan og að loknum þeim þáttum þá munu sveitarstjórnarfulltrúar sitja fyrir svörum. Takk fyrir. Takk fyrir þessa yfirferð Þórdís og það greinilegt að það alveg heilmikið að vera og verður bara gaman að fylgjast með þessum verkefnum sem í pípunum, bæði varandi uppbyggingu húsnæðis og áframhaldandi uppbyggingu stjórnsýslu sveitarfélagsins. Það greinilegt að búið að vinna bara þrekvirki að koma þeim breytingum í gegn og loksins ráðhúsið að verða fullmannað. En að þessu sögðu ætla ég að gefa orði laust þennan nýja dagskrárlið skýrslu sveitarstjóra sem verður vonandi bara áfram fyrsti liður á dagskrá funda hér eftir. Finnbogi hefur beðið orðið, gjörðu svo vel Finnbogi. Forseti og ágætu sveitarstjórn, ég þakka sveitarstjóra fyrir þær upplýsingar sem hún hefur látið okkur í té. Það sem mig langar til að ræða í rauninni þessi færsla á öldunni eða réttara sagt hvernig var staðið að því og það sem mér finnst ekki í lagi, bæði sem fulltrúi velferðarnefnd og sveitarstjórnarfulltrúi að þurfa að lesa þetta eða hlusta á það í fjölmiðlum, að við lágmarka að gefa út einhverja tilkynningu, til dæmis bara til okkar sveitarstjórnarfulltrúa, þannig að við vissum að því að þetta væri að skella á. Ég sjálfur sér ekkert ósáttur við þessa lendingu sem orðin, en það gengur ekki að við fáum ekki upplýsingar það sem að gerast.
vegna þess að auðvitað erum við síðan spurð og það er vont að vita ekki neitt. Ég ætla bara rétt að vona það að svona hlutum verði kippt í lag og það hefði líka verið ágætt að vita af þessum fundi sem var áðan og hann gekk vel sem betur fyrr. Við skulum vera öll saman í þessu og fá sömu upplýsingar. Takk fyrir. Takk fyrir þetta Finnbogi. Ég gef orðið laust. Þórdís Sif ætlar að bregðast við. Gjörðu svo vel, Þórdís. Forseti og sveitarstjórnarfulltrúar, takk fyrir þetta Finnbogi. Í gær heldum við þennan fund með byggðarráðsfulltrúum og vonumst náttúrulega þar sem að byggðarráðsfulltrúar geta í rauninni upplýst á aðra sveitarstjórnarfulltrúa þetta, en þetta er alveg ágætis ábending og við skulum bara sjá hvort við getum ekki sendt, það er minnsta mál að senda tölvupóst með þessum upplýsingum með skemmri tíma og það sama í rauninni varðandi öldina eða þá voru byggðarráðsfulltrúar upplýstir það sem var svona í pípunum. En takk fyrir ábendinguna, ég skal bara taka hana til greina. Takk fyrir þetta Þórdís. Ég gef orðið laust að 9 undir þessum lið. Davíð Sigurðsson hefur beðið um orðið. Gjörðu svo vel, Davíð. Forseti, ágætu sveitarstjórnarfulltrúar og aðrir starfsmenn. Ég þakka kærlega fyrir þessa skýrslu sveitarstjóra, hún var góð. Þó svo það væri nú ekki allt í ákvæmt sem kemur þar fram, en ég hjó nú eftir einu varðandi leikskólan á Uglukletti. Þetta er mjög gleðilegt að sjá þessa úttekt á þeim leikskóla og ég þekki þar sjálfur með barn þarna og mjög ánægður með starfsemina sem á sig þar stað. En svo ég kom með að því, eins og Finnbogi minntist á, þá er vöntun á upplýsingagjöf til sveitarstjórnarfulltrúa. Annað sem þú ræddir þarna varðandi viðræður sem hafa átt sér stað, varðandi hugsanlega sameiningu slökkviliða Akraness, Hvalfjarðarsveitar og Borgarbyggðar. Ég hjó eftir í minnisblaði sveitarstjóra sem lagt var fyrir byggðarráðsfundina eftir að fundir höfðu átt sér stað, sameiningarfundir eða viðræður, að samtalið hefði farið af stað eftir samtal við fulltrúa meirihluta. Við í minnihlutanum höfðum ekki hugmynd það að væri byrjað að ræða þessi mál. Það er bara allt í lagi að upplýsa okkur það að það stendur eitthvað svona til. Við erum í sveitarstjórn. Tekur þetta til skoðunar. Takk fyrir þetta, Davíð. Ég gef orðið laust að 9 undir þessum lið. Halldóra Lóa hefur beðið um orðið. Gjörðu svo vel, Halldóra. Já, forseti og ágæta sveitarstjórn. Mér finnst þetta er mjög góð umræða og gott að fá þessa skýrslu aftur hérna á dagskrá. En við sem erum oddvitar og sitjum í byggðarráði, við hljótum líka bara ábyrgð á að upplýsa okkar fólk. Við fáum þessar upplýsingar til okkar og við komum þeim þá væntanlega á framfæri áfram líka. Varðandi hérna slökkviliðið, það kom fyrirspurn og þetta er svo sem nokkur sem dúkkaði upp og þetta er ekki fyrsta skipti sem myndi vera rætt. Áður fyrir var ekki áhugi fyrir þessu hjá öðrum sveitarfélögum en nú kom það upp og sveitarstjóra var falið að heyra í þeim hljóðið, hvað hefði breyst. Og síðan var það kynnt inn á fundi. Takk. Takk fyrir þetta, Halldóra. Kannski bara líka aðeins að bæta við, nú reyndar átta ég mig ekki alveg á því hvað er vísað í minnisblaðinu, en bara svo það sé sagt, það voru líka ákveðin símtöl sem áttu sér stað áður en einhverja viðræður hófust formlega, þar sem var verið að þreifa á ákveðnum fulltrúum í sveitarstjórn hvort það væri yfir höfuð einhver vilji til þess að fara út í þessar samningaviðræður. Þannig að mögulega geti það líka útskýrt orðalagið í minnisblaðinu.
En að því sögðu gef ég orðlaust aftur undir þessum fyrsta lið á dagskrá. Magnús Mári hefur beðið um orðið. Gjörðu svo vel, Magnús. Já, forseti og ágæta sveitarstjórn, ég ætla að taka til máls undir þessum fyrsta lið og ég tek undir það er gott að fá svona yfirferð. Tek líka undir það að með Davíð að það var margt jákvætt í þessari yfirferð og eiginlega flest allt og frábæra niðurstöður á ytri mati Uglukletts sem við tökum svo fyrir í fræðslunefnd auðvitað og ræðum frekar. Að sjálfsögðu lítur maður að taka undir það að meiri upplýsingagjöf heldur en minni sé bara jákvæð en oft þegar það gengur mikið á eins og í svona málum að þá bara í mörg horn að líta. Þannig ég gef mér það að það hafi ekki verið að neinum ásetningi sem að þetta hafi ekki komist til skil alla leið. Varðandi það hvernig viðræður mögulega samstarf eða eitthvað svona sameiningu slökkviliða verður, þá eiginlega voðalega erfitt að ég veit ekki hvort maður hefði átt að hringja í Framsókn og Frjáls á Akranes og segja þeim að þeir verði líka að hringja í minnihlutann í Borgarbyggð til þess að hægt sé að fara að koma einhverju skilaboðum á milli. Þetta er bara, það er haft samband við einhvern úr meirihlutanum sem kemur þá bara þeirri fyrirspurn af stað, hvort það ekki sé rétt að ræða þetta og svo er það bara rætt í byggðarráði sem er náttúrulega rétti vettvangurinn. Takk fyrir þetta, Magnús. Ég gef orðið laust að nýju. Þórdís hefur beðið um orðið. Gjörðu svo vel, Þórdís. Forseti, sveitarstjórnarfulltrúar, það er í rauninni kannski ekki komið á stað samtal að hefja samstarf eða samrekstur. Heldur erum við farin að við og að okkur upplýsingum hvaða leiðir eru mögulegar. Er þetta eitthvað sem að gæti hugsanlega verið eitthvað sem að sveitarfélögunum og sveitarstjórnunum myndi hugnast og þegar við erum í rauninni kannski, en við erum að fá upplýsingarna saman. Við erum í rauninni leið og við erum komið með einhverjar upplýsingar hvernig hægt væri að fara í þessar mögulega samstarf eða samrekstur þá verður að sjálfsögðu tekið mjög djúpt samtal með sveitarstjórnarfulltrúum þarum. Þannig að þetta er bara, en þetta er að sjálfsögðu erum við farin að skoða, er þetta möguleiki og hvernig hefur þetta reynst annars þar. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Þórdís. Og orðið laust varðandi þennan dagskrálið. Það eru ekki fleiri sem að hafa kveðið sér hljóðs og þá munum við vinda okkur yfir í lið 2 á dagskrá fundarins. Hann ber heiti Söfnun dýraleyfa samningur 2021 til 2022 og er númer 210103. En þar er lagt fyrir sveitarstjórn til staðfestingar verksamningur á milli Borgarbyggðar og HSS Verktaks ehf. Söfnun dýraleyfa, dagsettur 31. janúar 2021. Að því sögðu gef ég orðið laust þennan dagskrárlið, kæru fundamenn. Það er enginn sem kveður sér hljóðs. Þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn Borgarbyggðar staðfestir verksamning milli Borgarbyggðar og HSS Verktaks ehf. Söfnun dýraleyfa, dagsettur 31. janúar 2021. Og bið ég þá sveitarstjórnarfulltrúa sem að samþykkja framkomna bókun og efni hennar vinsamlegast að gefa merki. Og hún er samþykkt samhljóða. Og þá erum við komin að þriðja lið á fundardagskrá sem ber heiti Samstarf óhagnaðardrifið íbúðarhúsnæði og er númer 20.03.174. En þar er að ræða kauptilboð, undirrita kauptilboð og kaupsamning með fyrirvarum samþykki sveitarstjórnar, náttúrulega. Og þar var sveitarstjóra einnig falið að byggðarráð að gera viðauka við fjárfestingaráætlun vegna fjárfestingar af fjárhæð 400.000 og leggja það fyrir sveitarstjórn. Og hækkun kaupverðs á þessari umræddu íbúð skýrist af verðlagsþróun frá því að viljayfirlýsingin var undirrituð. En þetta er eitt af þeim verkefnum sem sveitarstjóri fjallaði hér áðan, þar sem sveitarfélagið tekur þátt í uppbyggingu óhagnaðardrifins leiguhúsnæðis og gerir samning þar
til að reyna að hvetja til bygginga og framboðs á húsnæði í sveitarfélaginu, bara til samræmis við útgefna húsnæðisskýrslu. En ég ætla að gefa orðið laust þennan dagskrárlið. Guðveig Eyglódóttir biður orðið, gjörðu svo vel, Guðveig. Já, forseti og fundamenn. Ég ætla að kveða með hljóðs undir þessum lið sem heitir Samstarf óhagnaðardrifið íbúðarhúsnæði og þetta í sjálfu sér mjög ánægilegt. Það sem að mér langaði bara til að spyrjast fyrir að því að við fengum í byggðaráði og reynda líka í bygginga- og skipulagsnefnd langan lista yfir lóðir sem hefur úthlutað frá 2010. En sá listi sem er yfir þær framkvæmdir sem eru hafnar er ekki eins langur og er í rauninni bara brot af því og að því að nú er mikið talað hversu ánægilegt hvað við höfum úthlutað mörgum lóðum að þá kannski væri ennþá ánægilega að við getum upplýst fólk það að það væri búið að framkvæma eitthvað á þessum lóðum. Og þess vegna spyr ég í sambandi við þennan lið hér að því að það er talað að afhending á húsnæðinu eigi að vera 29. desember á yfirstandandi ári. Ég er nú ekki búin að lúslesa þennan samning en ég spyr ef að af því verður að húsnæði verði ekki afhent 29. desember 2021. Hvað með það þýða? Verða einhverjar dagsetningar, dagsektir eða hefur sveitarfélagið einhver skaðabótaskyld gagnvart því ef að þetta stenst ekki? Þetta mál varðandi þessa lóð er orðið alltaf 2 ára gamalt og þess vegna er maður því miður kannski ekkert alltaf vongóður að hlutinni gerist hratt og sé á eftir þeim gengið. Og ég bara ætla að nota tækifæri líka og segja það að það er ánægilegt að sé vera úthlutað á lóðum. Ég hefði líka vilja sjá það að við hefðum á þessu tímabili verið að úthluta eitthvað atvinnulóðum líka. En það virðist vera lítill drifkraftur í því að koma atvinnulóðum út hér í sveitarfélaginu fyrir utan það var samþykkt að bjóða afslátt á síðasta ári sem við í Framsókn höfum meðal annars frumkvæði að ræða en það var lítið gert í því að auglýsa að koma því áleiðis og nú er sá frestur liðinn að sé hægt að sækja með lóðum með afslætti og það væri vonandi að við getum fljótlega farið að gera eitthvað gangskur í því að koma atvinnulóðum út líka. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Guðveig. Ég gef orðið laust þennan 3. lið á dagskrá. Halldóra Lóa hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Halldóra. Já, forseti og ágæta sveitarstjórn, takk fyrir þessa fyrirspurn, Guðveig. Ég þarf að viðurkenna það að ég man ekki nákvæmlega hvernig þessi samningur endaði varðandi það hvort það væri einhver ákveði sem væri inn í því falin að yrði sekt eða annað slíkt, eins og ég man það þá var þannig að þá fellur samningurinn niður. Úthlutun og lóðalega er í rauninni allt annað heldur en það að kaupa á þessu húsnæði. Það er síðan annar hluti í rauninni. Við erum sérst að kaupa þarna eina íbúð inn í staðinn fyrir íbúð sem við selt úr félagslegu leiguhúsnæði fyrir okkur og þarna er að fara stað núna í vor þá og hefur gengið vel núna upp á síðkastið að skila inn gögnum að öðru slíku fyrir þetta húsnæði og við eigum von á því að sjá þetta fara staðleið og viðurskilið yrði verða þannig að gott verði að byggja. Af því að það var farið svona nokkuð vítt uppbyggingu að þá fórum við átak í húsnæðismálum og úthlutuðum vel af lóðum á síðasta ári og það er farin af stað uppbygging á mörgum stöðum, bæði hér á Hvanneyri og í Borgarnesi og við eigum náttúrulega von á því að sú uppbygging haldi áfram og við erum að gera stóran samning við aðila hér í Borgarnesi til þess að fara í uppbyggingu og einnig er verið að endurskoða lóðalegu samninga með það í huga sem að þú bentir réttilega á
að það sé ykkur viðkvæði við því ef hérna aðilar fara ekki á stað eða fara á stað og hætta eftir einhvern tíma. Takk. Takk fyrir þetta, Halldóra. Orðið er laust. Við meðan þriðja lið. Guðmundur Freyr hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel. Forseti og fundamenn, ég hef svo sem ekki beint svar við spurningu Guðveigar varðandi sektir ef að dagsetningar standa ekki, en ég ætla bara að koma því á framfæri að skipulags- og byggingarnefnd hefur það í hyggju á næsta fundi að taka upp þessi mál varðandi atvinnulóðirnar og reyna að greina svona hvað veldur því að ekki hafi verið úthlutað atvinnulóðum, og vita hvort það sé ekki eitthvað sem einhver tækifæri, einhverja breytingar sem þurfa að gera til þess að lóðirnar verði eftirsóknarverði eða vænlegri og geti svarað þá þeim þessari köllun sem þá. Þetta er frekar einsleita lóðir í Borgarnesi, atvinnulóðirnar, og það er spurning hvort að þurfa að fara í enn frekari breytingar á skipulagi heldur en hafa þegar verið gerðar, þar sem að lóðir voru minnkaðar og sameinaðar. Þannig að við sjáum bara, það verður spennandi að greina þetta. Takk. Takk fyrir þetta, Guðmundur. Er fleiri sem vilja kveða sér hljóðs undir þessum lið 3? Þórdís Sif. Gjörðu svo vel. Já, forseti, sveitarstjórnarfulltrúar. Á síðasta skipulags- og byggingarnefndarfundi var jafnframt bókað að sviðsstjóra stjórnsýslu og þjónustusviðs væri falið að senda áskorun á þá aðila sem hafi fengið úthlutað lóðir fyrir meira en 6 mánuðum síðan, en ekki hafi framkvæmdir, og vekja athygli á þeim frestum sem gilda framkvæmdir á viðkomandi lóð. Jafnframt á að senda þeim áskorun sem hafa hafið byggingu á lóð en framkvæmdum ekki lokið innan þeirra tímafresta sem framkoma í úthlutunarreglum Borgarbyggðar, og í áskorunni á í rauninni að vekja athygli á heimild sveitarfélagsins til að taka lóðina tilbaka, hafi framkvæmdum ekki verið lokið innan þess frest sem var gefinn. En þessi vinna er í bígerð og þetta er rauninni það sama sem á við þá allar byggingar, húsbyggingar. Eins og Halldóra Lóa sveitarstjórnarfulltrúi kom hérna inn á áðan, þá er hafin endurskoðun á formi lóðarsamnings Borgarbyggðar og er líklegt að úthlutunarreglum verði breytt til samræmis til þess að gera það skýrari og betri samninga. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Þórdís. Eru fleiri sem vilja kveða sér hljóðs undir þessum lið? Guðveig Eyglódóttir er beðið orðið. Gjörðu svo vel, Guðveig. Já, forseti og fundamenn, ég kannski datt ég út eða eitthvað, ég veit ekki, en kom svar við spurningunni, eru engar kvaðir á því að samkvæmt þeim kaupsamningi sem við erum að leggja til samþykktar hér undir þessum dagskrárlið, eru engar kvaðir á húsbyggjanda sem við erum að gera samning við að afhending standist. Nú erum við með nokkra löglærða einstaklinga hér í salnum, þannig að það hlýtur að vera hægt að svara því hvort að hvernig því verður háttað ef að verður ekki staðist þess sem kemur fram í kaupsamningnum að afhending á húsnæðinu sé 29. desember 2021. Það er náttúrulega þessi kaupsamningur sem við erum að fara að samþykkja, gerir ég ráð fyrir. Takk. Takk fyrir þetta, Guðveig. Eru fleiri sem vilja kveða sér hljóðs undir þessum lið? Þórdís Sif, gjörðu svo vel. Já, forseti, sveitarstjórnarfulltrúar, það er í rauninni ekkert sérstakt ákvæði í þessum samningi, heldur í rauninni bara almennar reglur fasteignakaup sem gilda þessi kaup á þessari fasteign eins og önnur. Við erum í miklum samskiptum við húsbyggjanda. Hann hefur fengið leyfi
byggingarleyfi og er í rauninni að bíða eftir að þýða ef frost fara úr jörð. En við verðum að sjálfsögðu, munum að sjálfsögðu nota þær leiðir sem við höfum ef við sjáum fram á það verið dráttur á afhendingu. En takk fyrir spurninguna. Takk fyrir þetta, Guðveig. Eru fleiri sem vilja kveða sér hljóðs undir þessum lið? Kannski bara forseti vildi aðeins kveða sér hljóðs örstutt svona í lokin og bara árétta það að það var farið alveg í ákveðnar aðgerðir í fyrra til þess að reyna að hvetja til þess að yrði úthlutað eða fólk sem myndi sækjast eftir atvinnulóðum. Við til dæmis höfum og reyndum að lækka álagningarhlutfall fasteignaskatts á þennan hluta í hittifyrra. Við minnkuðum lóðirnar, við gáum afslátt af gatnagerðargjöldum og þessu var haldið til haga og auglýst að það væri afsláttur af bæði atvinnulóðum og íbúðarhúsalóðum í Borgarbyggð. Það skilaði alveg ákveðnum árangri. Við erum búin að úthluta nánast öllum lóðum sem eru lausar í sveitarfélaginu eins og og þau vandamál sem við erum að horfa, eða vandamál, það er svona luxusvandamál sem við erum að horfa á núna, að við þurfum að fara að skipuleggja meira af byggingasvæði og lóðum til þess að úthluta. En ég tek samt undir ákveðnar áhyggjur af því hvers vegna þessar lóðir fengu ekki þá athygli sem átti í rauninni verðskuldaða og við munum bara halda áfram að greina það og reyna að leita leiða til þess að hvetja til uppbyggingar á atvinnustarfsemi, hvort sem það húsnæði eða annars konar rekstrargrundvöllur. En ég gef orðið laust undir þessum 3. lið á dagskrá. Það eru ekki fleiri sem kveða sér hljóðs að sinni og þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn Borgarbyggðar samþykkir kauptilboð í íbúð að Brákarsundi 5 dagsett 11. janúar 2021 og framlagðan kaupsamning dagsettur 11. febrúar 2021 undirritaðan af sveitarstjóra með fyrirvara samþykki sveitarstjórnar. Jafnframt sveitarstjóra falið að gera viðauka við fjárfestingaráætlun vegna fjárfestingarinnar að fjárhæð 1.400.000 krónur og leggja fyrir sveitarstjórn. Ég bið þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun og efni hennar vinsamlegast að gefa merki og hún samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að lið 4 á fundardagskrá og hann ber heitið viðbrögð við biðlistum í leikskólum í Borgarnesi 2020 til 2021 og númer 2101-072. En þar ræðir annað lúxusvandamál ef svo má segja, því að þrátt fyrir að íbúum í sveitarfélaginu hafi einhverju fækkað á síðasta ári, þá virðist aldursamsetning vera að breytast og hér að fjölga börnum á öllum skólastigum. Og ekki nægt framboð á leikskólaplássum afleiðing af slíkri breytingu og þarna byggðarráð að leggja til við sveitarstjórn að samþykkja tillögu sviðsstjóra fjölskyldusviðs kaup á færanlegri kennslustofu og aukningu 3 stöðugildi við leikskólann Ugluklett. Með því verði hægt að bæta við deild á Uglukletti og taka við 15 nýjum nemendum sem eru á biðlista eftir leikskólaplássi í Borgarnesi. Heildarkostnaður við framkvæmdina áætlaður 7.741.200 krónur og kostnaður við aukin stöðugildi frá 1. mars til 31. desember 2021 áætlaður 19.383.260 krónur. Aukning tekna í formi leikskólagjald á sama tímabili 4 milljónir króna. Kostnaður við framkvæmdina fer af áætluðu fjármagni í fjárfestingaráætlun vegna leikskóla og í kjölfarið fól byggðarráð sveitarstjóra að undirbúa viðauka fyrir viðbótar launakostnaði af frádregnum viðbótartekjum og leggja fyrir sveitarstjórn og hér með þetta mál komið fyrir sveitarstjórn í dag. Að því sögðu gef ég orðið laust þennan 4. dagskrárlið. Magnús Már hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, Magnús. Já, forseti og ágæta sveitarstjórn, reyndar fór forseti ágætlega yfir þetta hér
kynningu á bókun og en mér langar svona örstutt bara að taka undir það að þetta bara jákvæðar fréttir. Það er gott að börnum fjölgi og það verður í rauninni svolítið áhugavert að rýna þess í þetta. Ég held að við ættum að núna þegar við endurskoðum húsnæðisáætlun eins og við gerum árlega að leggja meiri þunga í svona mannfjöldaspár hlutan af því og greina svolítið bara þetta, hvaða breyting hefur orðið og svona átt okkur sér á því hvers vegna. Hvort að hún er tímabundin eða komin til að vera, við náttúrulega vonum öll að hún sé komin til að vera, en við bregðumst svona við með því að bæta þessum rýmum við sem eru mjög ákjósanleg í þetta, auk þess sem þetta með bæta starfsskilyrði starfsfólk leikskólans sem er líka mikilvægt í þessu samhengi. Þannig að þarna er verið að slá kannski 2 flugur í einu höggi að einhverju leyti, en minna líka á það að það er á fjárfestingaáætlun gert ráð fyrir fjármunum í uppbyggingu leikskólahúsnæði hér í Borgarnes á næstu árum. Og vonandi getum við haldið áfram bara svolítið örugga í því og minna það þá að hér sé fjárfestingar ræða að þá er þetta færanlega skólastofur sem mér skilst að sé alveg sjóðheit söluvara í dag og við getum þá selt þetta aftur þegar að við förum að byggja mögulega við þennan leikskóla og hugsanlega fleiri leikskóla. Takk. Takk fyrir þetta, Maggi. Eru fleiri sem vilja kveða sér hljóðs undir þessum leið? Kannski alltaf lagi að bæta örstutt við hjá Magga að þetta er líka til samræmis þeirri stefnu að við höfum gefið sveitarfélagi út fyrir að taka á móti öllum börnum eftir fæðingarorlof inn á leikskólana og ætlum að reyna halda því til streitu og svo þegar svo staða kemur upp að það eru svona mörg börn umfram á biðlistanum þá verðum við náttúrulega að reyna að bregðast við því eins fljótt og undir því að við viljum náttúrulega geta haldið áfram að bjóða upp á góða þjónustu hvað þetta varðar í sveitarfélaginu. En eru fleiri sem vilja kveða sér hljóðs undir þessum lið? Svo virðist ekki vera, þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykkir tillögu sviðsstjóra fjölskyldusviðs um kaup á færanlegri kennslustofu og aukningu 3 stöðugildi við leikskólann Ugluklett. Sveitarstjórn felur sveitarstjóra að undirbúa viðauka fyrir viðbótar launakostnaði að frádregnum viðbótar tekjum og leggja fyrir sveitarstjórn. Og ég ætla að biðja þá sveitarstjórnarfulltrúa sem að samþykkja framkomna bókun og efni hennar vinsamlegast að gefa merki og hún er samþykkt samhliða. Þá erum við komin að lið 5 á fundardagskrá og hann ber heiti Laugaland 1 L 13 48 94, nafnabreiting Laugaland og liðurinn er númer 21 02 019. Þar er að ræða afgreiðslu 21. fundar skipulags- og byggingarnefndar og leggur nefndin til við sveitarstjórn að samþykkja nafnabreitingu á jörðinni Laugalandi 1. Og ég gef orðið laust þennan dagskrálið. Það er enginn sem kveður sér hljóðs, þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykkir nafnabreitingu á jörðinni Laugaland 1, landnúmer 13 48 94 í Laugaland og staðfestir að öðru leyti afgreiðslu skipulags- og byggingarnefndar. Og ég bið þá sveitarstjórnarfulltrúa sem samþykkja framkomna bókun og efni hennar vinsamlegast að gefa merki. Hún er samþykkt samhliða. Þá erum við komin að dagskrárlið 6 á þessum ágæta fundi. Hann ber heitið Vindorkugarður við Grjótháls og er númer 20.03.178. Þar liggur fyrir afgreiðsla 21. fundar skipulags- og byggingarnefndar þar sem lagt er til við sveitarstjórn að samþykkja skipulags- og matslýsingu fyrir Hafþórstaði og Sigmundarstaði í Borgarbyggð í samræmi við 30. grein skipulagslaga nr. 123/2010 og lög umhverfismat áætlana nr. 105/2006. Skipulags- og byggingarnefnd bendir á að endurskoðun aðalskipulags stendur yfir og þar á meðal stefnumörkun fyrir vindorkuframleiðslu í Borgarbyggð. Að þessu sögðu gef ég orðið laust þennan dagskrárlið. Kæru fundamenn, Guðmundur Freyr hefur beðið orðið, gjörðu svo vel. Já, forseti og ágætu fundamenn. Við þennan lið langar mig bara að nefna að skipulags- og byggingarnefnd þótti ástæðu til þess að setja
þessa klausu neðst í sína bókun varandi það að endurskoðun aðalskipulag stendur yfir. Í núgildandi aðalskipulagi þá er afskaplega takmörkuð stefnumótun varandi nýtingu vindorku í okkar sveitarfélagi. Og það er töluvert mikið eftir af þessari vinnu varandi vindorkugarð á Grjóthálsi. En þetta er bara allt í ferli og nefndinni hefur verið boðið til þess að fara að skoða svæðið, þannig að við sjáum hvað setur. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Guðmundur. Orðið er laust. Það er ekki fleiri sem kveða sér hljóðs, þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn Borgarbyggðar samþykkir skipulags- og matslýsingu fyrir Hafþórsstaði og Sigmundarstaði í Borgarbyggð í samræmi við 30. grein skipulagslaga 123 frá 2010 og lög umhverfismat áætlana nr. 105 frá 2006. Sveitarstjórn bendir á að endurskoðun aðalskipulags stendur yfir og þar á meðal stefnumörkum fyrir vindorkuframleiðslu í Borgarbyggð. Og ég bið þá sveitarstjórnarfulltrúa sem samþykkja framkomna bókun og efni hennar vinsamlegast að gefa merki. Hún er samþykkt þá þeir sem á móti kunna vera. Situr þú hjá? Ok. Þannig að það eru það 8, já, og 1 situr hjá. Þá erum við komin að 7. lið á fundadagskrá og hann ber heiti Bær 1 og er landnúmer 13 38 24, stofnun lóðar, Draumaland og liður númer 21 01 111. Það er líka að ræða afgreiðslu frá 21. fundi skipulags- og bygginganefndar. Þar leggur nefndin til við sveitarstjórn að heimila stofnun lóðarinnar Draumaland úr landi Bæjar 1, landnúmer 133 824. Ég gef orðið laust þessa afgreiðslu nefndarinnar. Það er enginn sem kveður sér hljóðs, þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn Borgarbyggðar samþykkir stofnun lóðarinnar Draumaland úr landi Bæjar 1, landnúmer 13 38 24. Og ég bið þá sveitarstjórnarfulltrúa sem samþykkir framkomna bókun og efni hennar vinsamlegast að gefa merki. Hún er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að lið 8 á fundadagskrá og hann ber heiti Heilbrigðiseftirlit Vesturlands, fjárhagsáætlun, gjaldskrá og fleira og númer 2010 155. En þar er að ræða afgreiðslu frá 552. fundi byggðarráðs, þar sem byggðarráð leggur til við sveitarstjórn að samþykkja fjárhagsáætlun Heilbrigðiseftirlits Vesturlands. Það felur sveitarstjóra jafnframt að kanna hvaða áhrif breytingarnar hafa gjaldskrá á úttektir Heilbrigðiseftirlitsins og stofnun sveitarfélagsins. Að því sögðu gef ég orðið laust þennan dagskrálið. Davíð Sigurðsson bið orðið. Gjör svo vel, Davíð. Forseti, ágæta sveitarstjórn, mér langaði að forvitnast, hefur farið fram einhver greining á hvaða áhrif þessar hækkanir hafa á stofnanir sveitarfélagsins? Og ég spyr að því vegna þess að ég þekki það af eigin raun sem fyrirtækjarekandi í sveitarfélaginu að gjaldskráin hefur hækkað verulega. Þetta fer illa í marga fyrirtækjaeigendur í sveitarfélaginu, hef ég heyrt. Og velti ég líka fyrir mér af hverju fjárhagsáætlun fyrir þetta ár er lögð fram núna en ekki á síðasta ári. Mér langaði bara að fá svör við þessu. Takk. Takk fyrir þetta, Davíð. Ég gef orðið laust. Silja Eyrún hefur beðið orðið. Gjör svo vel, Silja. Já, forseti og aðri fundarmenn, ég get ekki svara fyrir hvort sé búið að kostnaða með þetta á stofnanirnar. Þórdís getur kannski frekar svara því. En ástæðan fyrir þetta að koma aftur fyrir núna er að við vorum með fund og samþykktum fjárhagsáætlun 20. október sem fór fyrir sveitarstjórnir og það var ekki sátt hana. Það var aldrei eigendafundur. Þannig við tókum hana aftur
og hún var aðeins löguð, meðal annars var það var búið að hætta við að ráða starfsmann og ekki verið að hækka framlag sveitarfélaganna til heilbrigðisnefndarinnar heldur. Og það var haldinn annar eigendafundur 19. janúar síðastliðna sem var farið bara mjög vel yfir þetta allt saman og þar var í framhaldinu var nú samþykkt og sett á dagskrá sveitarstjórnar allra eigenda. En ég geti ekki svarað varðandi hitt en ég veit að gjaldskráin hefur tekið svolítið breytingum og hún hefur hækkað en hún hefur líka breyst að mörgu leyti og bara uppfærst og sem að var alveg komin tími til. Takk. Takk fyrir þetta, Silja. Ég gef orðið laust. Þórdísi hefur beðið um orðið. Gjörðu svo vel, Þórdís. Forseti, sveitarstjórnarfulltrúar, það er ekki búið að greina þetta. Við vitum að hækkun heilbrigðiseftirlita vegna sundlauga verður einhver og við eigum eftir að í rauninni átta okkur betur á því nákvæmlega hver hún er. En heilbrigðisfulltrúi gaf okkur í rauninni eða óskaði eftir því í rauninni við myndum bara vera í samskiptum við hann og leita leiða hvort að það sé með einhverjum hægt að breyta úttektum eða öðru. Þannig að þetta er bara vinna sem er í gangi hjá sveitarfélaginu núna. Takk fyrir þetta, Þórdís. Davíð hefur beðið um orðið. Gjörðu svo vel, Davíð. Já, forseti, ágæta sveitarstjórn. Ástæðan fyrir það að ég velti þessari spurningu upp er líka svo að ég er nú ekki með tölurnar alveg í kollinum en mig grunar að það fari nálægt 50% hækkunum á milli ára á mitt fyrirtæki. Þannig að þetta geta verið umtalsverðar fjárhæðir í umfangsmeiri rekstri eins og matvælaframleiðslu og sundlaugum og þess háttar. Takk. Takk fyrir þetta, Davíð. Ég gef orðið laust að nýju. Silja hefur beðið um orðið. Gjörðu svo vel, Silja. Já, forseti og aðrir fundamenn. Ég held þegar við vorum að ræða þetta svolítið mikið inn í heilbrigðisnefndinni og á eigendafundinum að hann Þorsteinn vill fá, framkvæmdastjórinn, hann vill bara fá að heyra í fyrirtækjum ef það er einhver óeðlilega miklar hækkanir eða eitthvað slíkt að það bara að gera að hafa samband við hann. Því það er þá alltaf eitthvað hægt að skoða betur og aðlaga og breyta. Takk. Takk fyrir þetta, Silja. Eru fleiri sem vilja kveðja sér ljóðs? Svo virðist ekki vera. Þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn Borgarbyggðar samþykkir fjárhagsáætlun Heilbrigðiseftirlits Vesturlands. Sveitarstjórn felur sveitarstjóra jafnframt að kanna hvaða áhrif breytingarnar á gjaldskrá hafa úttektir Heilbrigðiseftirlitsins á stofnunum sveitarfélagsins. Og þá bið ég þá sveitarstjórnarfulltrúa sem samþykkir framkomna bókun og efni hennar vinsamlegast að gefa merki. Það eru 1, 2, 3, 4, 5. Það eru 7 atkvæði. Þeir sem á móti kunna vera. 2 fulltrúar sitja hjá. Og þá vindum við okkur yfir í dagskrárlið 9 og hann ber heitið vinnuhópur landspildur og er númer 20.03.047 og þar er að ræða afgreiðslu 552. fundar byggðarráðs. Þar staðfestir byggðarráð endurnýjan beitarsamning og felur sveitarstjóra að undirrita samningi fyrir hönd Borgarbyggðar. Og hér er svo samningurinn kominn fyrir sveitarstjórn til formlegrar staðfestingar. Ég gef orðið laust. Það er enginn sem kveður sér hljóðs. Þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn staðfestir afgreiðslu byggðarráðs á liðnum. Og bið ég þá sveitarstjórnarfulltrúa sem að samþykkja afgreiðslu byggðarráðs vinsamlegast að gefa merki. Og hún er samþykkt samhliða. Þá erum við komin á lið 10 í þessari ágætu fundardagskrá og
hann ber heitið húsnæðisstuðningur og er númer 17.09.034. Þar er að ræða afgreiðslu 111. fundar velferðarnefndar og er að ræða reglur sérstakan húsnæðisstuðning sem lagðar voru fram með uppfærðum tekjuviðmiðum og eftirfarandi breytingum. Breyting á 7. grein þannig að í stað tekjuviðmið umsækjenda og annarra heimilismanna eldri en 18 ára kemur tekjuviðmið umsækjenda og annarra heimilismanna 18 ára og eldri. Breyting við 11. grein er á þá leið að við greinina bætist vinnsla umsóknar fellur niður ef tilskilin gögn berast ekki innan 4 vikna frá umsóknardegi. Velferðarnefnd samþykkti framlagðar breytingar og reglurnar í heild sinni og hér með eru það lagðar fyrir sveitarstjórn til staðfestingar. Ég gef orðið laust. Silja, hefur beðið orðið, gjör svo vel Silja. Já, forseti og aðrir fundarmenn. Þetta er svolítið skýrt bara hvað er verið að gera og þá sérstaklega kannski vekja athygli á að verið að breyta varðandi vinnslu umsóknar fellur niður tilskilin gögn berist ekki innan 4 vikna frá umsóknardegi. Þetta er verið bara til þess að auðvelda þeim vinnuna líka og bara svolítið í takt við annað sem við höfum verið að gera. Takk. Takk fyrir þetta Silja. Eru fleiri sem vilja kveða sér hljóðs? Svo virðist ekki vera. Þá ætla ég að biðja þá sveitarstjórnarfulltrúa sem samþykkja afgreiðslu 111. fundar velferðarnefndar undir þessum lið vinsamlegast að gefa merki. Og það er samþykkt samhljóða og þar með breytingarnar og reglurnar í heild. En þá erum við komin að dagskráli 11 á fundardagskrá og hann ber heitið leikskóladvöl frá því að fæðingarorlofi lýkur og er númer 17.05.094. Þar er að ræða afgreiðslu frá 195. fundi fræðslunefndar og var lagt fram minnisblað í byggðaráði að börnum standi til boða leikskóladvöl eftir að fæðingarorlofi ljúki. Það var svigrúm á leikskólum sveitarfélagsins til að taka inn yngri nemendur en 12 mánaða. En eins og staðan er í dag á leikskólunum í Borgarbyggð þá er bara pláss til að taka inn nemendur yngri en 12 mánaða á Andabæ og Hraunborg. En leikskólarnir í Borgarnesi eru fullir og biðlistar. Í ljósi þess að búið er að lengja fæðingarorlof þá er lagt til að gert sér ráð fyrir að ekki séu teknir inn nemendur yngri en 12 mánaða á leikskóla Borgarbyggðar eftir 1. janúar 2022. Vísar til sveitarstjórnar þessari ákvörðun hér með. Og ég gef orðið laust þessa breytingu. Davíð hefur beðið orðið. Gjör svo vel, Davíð. Forseti, ágæta sveitarstjórn, ég velti því fyrir mér, ég gerir mig grein fyrir því að búið er að framlengja fæðingarorlof í 12 mánuði, en það eru 12 mánuðir samanlagt. Í flestum tilfellum vilja foreldrar taka einhvern hluta fæðingarorlofsins saman og þá gæti man fyrsta mánuðina eða mánuðina. Mér finnst kannski svolítið gróft að fara bara konkrétt í 12 mánuði. Ég hefði frekar vilja orða þetta þannig að það væri í boði frá 9 mánaða aldri ef pláss er á leikskólanum. Við vitum ekkert hvernig staðan verður endilega eftir 1 eða 2 ár. Kannski verða ekki lengur biðlistar í Borgarnesi. Nú nefniði bara Andabæ og Hraunborg, er ekki ný leikskóli komin í gagnið á Hnoðrabóli. Ég átta mig ekki á því hver staðan er á hvort það sé biðlistinn á hann líka. En mér finnst það eðlilegra að það sé í boði frá 9 mánaða aldri þar sem að pláss er á leikskólanum. Takk. Takk fyrir þetta, Davíð. Guðveig hefur beðið orðið. Gjör svo vel, Guðveig. Já, forseti og fundarmenn, ég ætla að taka til máls undir þessum líka sem heitir leikskóladvöl frá því að fæðingarorlofi lýkur og ég ætla að bara taka undir það sem að Davíð Sigurðsson var að nefna hér að
þrátt fyrir það að það sé búið að lengja fæðingarorlof í 12 mánuði þá þýðir það ekki að það sé endilega alltaf sem foreldri hefur tök á því að vera heima í 12 mánuði og í rauninni þá sko fram að þessu þá hefur við miðað við að það sé tekið inn yngri börn en 12 mánaða ef að leikskólarnir hafi svigrúm til þess. Þannig að ég átta mig ekki beint á tilganginu með því að gera það alveg fyrir það að börn yngri en 12 mánaða komist inn á leikskólana ef að stjórnendur telja sig hafa svigrúm til þess og við höfum alveg upplifað það að það eru mikla sveiflur í þessu og þetta eru oft bara mjög misjafnt ástandið á milli leikskóla hvernig staðan er. Þannig að ég mun ekki samþykkja þetta, bara þannig að það sé sagt. Mér finnst reyndar sérstakt að það kemur kannski bara fram í endan á bókunni að sem lögð það stendur í lokin að huga þarf að því hvort setja þurfi sérstakar reglu varðandi undanþágu frá þessu aldursviðmiði. Þannig að væntanlega hefur ykkur umræða þetta verið í fræðslunefnd. En ég sé í rauninni ekki tilganginn með því með það form sem við erum með í dag, þar sem að þetta hefur svolítið verið á höndum leikskólastjórana að taka við yngri börnum eða sjá að þessi svigrúm til þess. Takk fyrir. Takk fyrir þetta Guðveig. Magnús Smári hefur beðið um orðið. Gjörðu svo vel, Magnús. Já, forseti og ágæta sveitarstjórn, ég tek til máls undir þessum ágæta lið 11 leikskóladvöl frá því að fæðingarorlofi lýkur. Það kannski ástæðan fyrir því að þetta tekið fyrir í fræðslunefnd og svona orðað svona og lagt fyrir sveitarstjórn til ákvörðunar er að því það var ekki búið að taka ákvörðun að þetta væri stefnan. Það er að segja að leikskólanir, við höfum alltaf talað að það væri markmiðið og biðum svolítið eftir ákvörðun stjórnvalda, ríkisstjórnar að breyta þessu sem núna að breytast til þess að þetta geti mæst sem best. Og við vildum bara forma það hér, að þetta sé stefnan okkar að taka börn frá því að fæðingarorlofi lýkur. Það er rétt sem að Guðveig Eyglóardóttir bendir á að einmitt í bókum fræðslunefndar líka það orðað að það þurfa að huga hvort að það sé mögulega nauðsynlegt að hafa einhverjar undanþágur frá þessu og við höfum eins og við sjáum rúman tíma til þess að ræða það bara verið að leggja þetta svona fram einmitt til þess að þetta fái hér umræðu og fari svo væntanlega aftur fyrir fræðslunefnd hvort við þurfum einhver að gera undantekningar á þessu. En það er allt í lagi að segja það sem bara skýrt að auðvitað snýst þetta einhverju leyti líka bara peninga. Það er dýrara að bjóða upp á þessa þjónustu. Við viljum gjarnan geta gert það, en spurningin er hvort að það sé mitt, hvort að við eigum að horfa til þess að þetta sé hagkvæmara svona, þar sem að fæðingarorlofið núna býður upp á það að foreldrar geti verið heima með barnið í 12 mánuði. En ég eins og segi, ég held að við þurfum kannski aðeins að bara alveg sammála því að rýna í þetta, en ég legg til að við samþykkjum þessa breytingu, en það er þetta bara það sem hefur verið rætt sem markmið að bjóða að minnsta kosti upp á það. Hitt er svo bara útfærslu atriði, hvort við viljum geta leyft einhverjum og þá hverjum, en ég held við ættum fyrst og fremst að miða við þetta, að við tökum við börnum frá því að fæðingarorlofi lýkur, 12 mánaða og eldri. Takk fyrir þetta, Magnús. Eru fleiri sem vilja kveða sér hljóðs undir þessum lið? Guðveig hefur beðið um orðið. Gjörðu svo vel, Guðveig. Já, forseti og fundarmenn, það er samt sem áður verið að í rauninni að leggja til í þessari bókun að við samþykjum að það sé ekki tekin inn börn eftir 12 mánaða aldur. Nei, eftir 12 mánaða aldur, og þess vegna spyr ég fyrst að við höfum ágætis tíma, getum við ekki bara vísa þessu aftur inn í fræðslunefnd ef að það er vilji til þess að setja inn eitthvað ákvæði eins og er talað um hana í lok bókunar, fyrst að talað um að það sé engin
asi í því. Út af því að ef við erum að fara að samþykja það sem kemur fram þá erum við náttúrulega bara að samþykja það að það verði ekkert veitt heimild fyrir öðru en 12 mánaða börn. Það var ekki fleira. Takk fyrir þetta, Guðveig. Ég gef orðið laust að nýju. Halldóra Lóa hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Halldóra. Jú, forseti og ágæta sveitarstjórn. Það hefur verið þannig að í einstaka tilfellum þá eru veitt undanþága til þess að taka inn yngri börn og það verður áfram gert, það er fullu vilji til þess og þá eru sérstaklega að horfa til eins og einstæðra foreldra eða annars líka þar sem börn þurfa á því að halda að komast inn í leikskóla fyrr. Hins vegar er til dæmis núna ekki hægt að gera það nema þessum 2 leikskólum af því að leikskólanir hinir eru fullir. Ég held og það er fullu vilji til þess að skoða þær leiðir áfram. Við erum hins vegar og búin að móta okkur þá stefnu hingað til og þetta var líka breytt í fyrra þannig að við tækjum á móti 10 mánaða börnum þegar fæðingarorlofinu var breytt og þetta er gríðarlega góð þjónusta sem við erum að veita með því að brúa bilið á milli fæðingarorlofs. Það er líka, foreldrar geta líka dreift fæðingarorlofinu á lengri tíma heldur en 12 mánuði, þeir geta dreift því á 18 mánuði ef þeir vilja það. Þannig að það eru ýmsar leiðir í þessu og við þurfum aðeins að huga að því hver er ábyrgð sveitarfélagsins í þessum málum. Og ég legg til að við samþykjum þetta, höldum síðan áfram að vinna með þetta eins og við höfum gert með þessar reglur. Takk. Takk fyrir þetta, Halldóra. Kannski bara bæta örstutt við þetta að með þessari ákvörðun er í rauninni verið að taka svolítið bara megin línuna. Þetta er það sem við sögumst ætla að gera, það er að miða við lok fæðingarorlofs. Hitt kannski er frekara bara útfærsluatriði sem að kannski skólarnir þurfa meira að skoða inn á við hjá sér líka. Bara hvaða aðstæða er til staðar, geta er tekið inn minni börn, hvernig eru biðlistamál á einstaka svæðum, en það hefur náttúrulega bara sýnt sig reynslan að það er mjög mismunandi eftir í hvar fólk er búsett í sveitarfélaginu, hvernig biðlistastaðan er á hverjum stað fyrir sig. En ég gef orðið laust að nýju þennan lið og þetta er bara mjög góðar umræður og mjög mikilvægt að þær fari fram og fólk komi sínum skoðunum á framfæri varðandi málið áður við kjósum. En Magnús Mári hefur beðið orðið, svo vel. Já, forseti og ágæta sveitarstjórn, ég ætla bara aðeins meira þetta mál eins og forseti kom inn á, þá í rauninni verið að uppfæra þessar línur hjá okkur, það að segja að við erum ekki að tala 10 mánaða heldur 12 mánaða í takt við það að fæðingarorlof lýkur á þeim aldri. Ég sé alveg að það gæti verið nauðsynlegt að setja einhverjar undanþágur eins og hefur verið nefnt hérna með einhverja einstæða foreldra sem ekki hafa sama rétt sem í einhverjum undantekningartilfellum. En við höfum alltaf talað það að þetta væri markmiðið, af þessu væri stemt og það myndi þá þegar þetta myndi ná saman vera tekin ákvörðun það. Þannig ég held að sé bara mikilvægt að leggja þá megin línu og sjálfsögðu bara taka það svo fyrir sérstaklega inn í fræðslunefnd og svo aftur í sveitarstjórn með hvaða hætti eða hvort það sé nauðsynlegt að veita þessar undanþágur, því þá þarf bara líka að taka ákvörðun það með skólunum. Þú veist hvernig eiga þeir að vera útbúnir til þess að geta gert þetta, hversu mikill fjöldi þetta er og svo framvegis. Takk fyrir þetta, Magnús. Eru fleiri sem vilja tjá sig undir þessum lið? En það liggur bæði fyrir tillaga að málinu verði vísað inn í fræðslunefnd sem við þurfum að taka til afgreiðslu áður en að verði kosið efnislega undir liðnum. Eru fleiri sem vilja taka til máls áður en að við vindum okkur í þann hluta? Guðveig, gjör svo vel, Guðveig.
Já, forseti og fundamenn, mér finnst bara mikilvægt að því að ég mun greiða atkvæði á móti þessu að leggja fram örstutta bókun þannig að það sé engin misskilningur að ferðum það út af hverju. Ég ætla að hafna því að samþykkja þetta og bókunin er svohljóðandi. Fulltrúar Framsóknarflokksins telja nauðsynlegt að ennþá verði heimild til staðar ef svigrúm er til staðar í einstaka leikskólum til að taka inn börn frá 9 mánaða aldri. Og ég skal senda þetta á fundarritara. Takk. Takk fyrir þetta, Guðveig. Davíð hafði beðið um orðið. Gjörðu svo vel, Davíð. Forseti, ágæta sveitarstjórn, bara örstutt varðandi þetta aftur að mér finnst nauðsynlegt að orða þetta aðeins betur og skilgreina aðeins betur hvort að það verði veittar undanþágur eða ekki. Mér finnst ekki geta samþykkt þetta svona loðið eins og þetta kemur fram. Takk. Takk fyrir þetta, Davíð. Fleiri sem vilja kveða sér hljóðs undir þessum lið? Svo virðist ekki vera. Þá tökum við fyrst fyrir tillögu Guðveigar Eyglódóttur að vísa málinu aftur inn í fræðslunefnd til frekari umfjöllunar þar. Og ég bið þá fulltrúa sem eru samþykki þeirri afgreiðslu vinsamlegast að gefa merki. Það eru 4 atkvæði, þeir sem á móti kunna vera. Það eru 5. Þannig að málið fer til efnislegrar afgreiðslu núna og þá bið ég þá sveitarstjórnarfulltrúa sem að samþykkja eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykkir að ekki verði teknir inn nemendur yngri en 12 mánaða á leikskóla Borgarbyggðar eftir 1. janúar 2022. Og bið ég þá fulltrúa sem samþykkja framkomna bókun vinsamlegast að gefa merki. Það eru 5 atkvæði með, þeir sem á móti kunna vera. Það eru 4 fulltrúar. Og þá erum við komin að dagskrálið 12 á þessari ágætu fundadagskrá og það var sérst hitt máli sem bættist til með afbrigðum og ber heiti kosningar í nefndir og ráð 2021 og er númer 2102-067. En þar er að ræða kosningu nýrra fulltrúa í fjallskilanefnd Þverárréttar þar sem að Kristján Axelsson hefur sagt sig frá störfum í nefndinni. Og er honum þakkað kærlega fyrir velunin störf. En að því sögðu gef ég orðið laust. Ef einhver vill taka til máls áður en að nýjir fulltrúar eru skipaðir inn. Já, þá skulum við vinda okkur í það að liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykkir að kjósa Sigurgeir Sindra Sigurgeirsson sem aðalmann inn í fjallskilanefnd Þverárréttar og Davíð Sigurðsson til vara og þakkar Kristjáni Axelsinni fyrir vel unnin störf að fjallskilamálum. Og áður en við samþykkjum þá bókun ætla ég að gefa orðið laust ef einhver vill kveða sér hljóðs þennan ráðahag. Svo virðist ekki vera. Þá bið ég bara þá sveitarstjórnarfulltrúa sem samþykkja framkomna bókun og efni hennar vinsamlegast að gefa merki og hún er samþykkt samhljóða. En þá ætlum við að breyta aðeins kúrs, ef svo má segja, og taka fyrir framlagðar fundargerðir. Það eru nokkrar slíkar sem liggja fyrir fundinum og svona til að árétta það að þá er fyrirkomulagið á þessu þannig að fundargerðirnar eru lagðar fram og sveitarstjórnarfulltrúar mega taka til máls undir hverju þeim lið sem er til afgreiðslu í þeirri fundargerð á þeim tíma. Og við erum enn að reyna að finna betri leið til að hafa það sýnilegra þeim sem hlusta á fundin undir hvaða liðum er tekið til máls. En ég að sama skapi árétta við sveitarstjórnarfulltrúa að vera dugleg að segja náttúrulega bæði númerið og þá líka efni liðsins sem þið eruð að fjalla að hverju sinni. Þannig að þeir sem hlusta og horfa viti hvað verið er að fjalla. En að því sögðu er undir 13. lið lögð fram fyrsta fundargerð byggðarráðs Borgarbyggðar en það er frá fundi nefndarinnar númer 550 og forseti gefur orðið laust þessa fundargerð byggðarráðs. Halldóra Lóa hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Halldóra. Já, forseti og ágætu fundamenn.
Mér langar að taka til máls undir 3. lið ársreikningur 2020 skýrsla vegna innra eftirlits og fjárhagskerfis. Þar hefur verið umræða skýrslu sem að sveitastjórn fékk til umræðu og hefur verið talað að eigi að gera hana opinbera og mér langar til að leggja fram bókun vegna umræðunar sem er búin að vera hana og bókunin hljóðar svo. Skýrsla KPMG er vinnugagn ætlað stjórnsýslunni til að vinna úr athugasemdum mismunandi þætti innan stjórnsýslunar og er gerð á hverju ári. Slíkar skýrslur eru gerðar af endurskoðendum fyrir flestar ef ekki allar sveita, bæjar og borgarstjórnir landsins. Í skýrslunum er gerð athugasemdir við vinnu og verklag sem auðvelt er að rekja til einstaklinga, sér í lagi minni sveitafélögum og því persónugreinanlegar. Í ár, líkt og önnur ár, var unnin úttekt en að þessu sinni var hún innra eftirlit og fjárhagskerfi sveitafélagsins. Byggðaráð og sveitastjórn fékk að lesa skýrsluna sér til upplýsingar en gögn og athugasemdir verða síðan birtar í ársskýrslu endurskoðenda í apríl líkt og tíðkast hefur. Verði gerð krafa að þessi vinnugögn eigi að vera opinber þá verða þau ekki birt með sambærilegum hætti að hálfu úttektaraðila aftur. Það mun einnig hafa áhrif á önnur sveitafélög í landinu. Hér er verið að blása upp mál og reyna slá sig til riddara í pólitískum tilgangi einum saman. Slá ryki í augu íbúa með því að halda fram að verið sé að leyna upplýsingum sem munu birtast í opinberri skýrslu í apríl í skýrslu endurskoðenda ársreikning líkt og tíðkast hefur til lengri tíma. Bókun lýkur. Ég vona að fólk gerir sig grein fyrir því að við erum ekki bara að tala okkar sveitafélag hérna. Og ég er búin að heyra í fulltrúum annarra sveitafélaga sem eru ekki sáttir við ef þetta verður svona. Það mun breyta vinnulagi annarra sveitafélaga líka. Takk. Takk fyrir þetta, Halldóra. Ég gef orðið laust þessa fundargerð byggðaráðs. Guðveig hefur beðið orðið, gjörðu svo vel, Guðveig. Já, forseti og fundamenn. Ég ætla einnig að kveða með hljóðs undir þeim lið sem formaður byggðaráðs fór hér yfir varðandi trúnað skýrslu KPMG. Ég er bara alls kosta ekki sammála á þessum útskýringum og ég hefði með þetta samaskapi fengið skilaboð frá sveitarstjórnarfólki landið sem segir að það sé ekki hægt að halda þessum upplýsingum til haga en það sé aftur á móti hægt að birta skýrslur og hluta af skýrslum. Þannig að ég bara kaupi ekki þessar útskýringar. Það stóð framan á skýrslunni þegar hún var afhent en breyttist svo reyndar í vinnuskjal að hún mætti ekki birta hana nema með samþykki KPMG. Þannig að við vitum það öll sem erum í byggðaráði að þessar upplýsingar eru hreinlega bara óþægilegar fyrir fulltrúa meirihlutans og það snýst málið. Og mér langar líka til þess að nefna það því að hér er mikið talað persónuvernd. Hvað fannst fulltrúum meirihlutans það þegar birta átti skýrslu slökkviliðið og við ræddum það margoft hvort það ætti að birta hana því þar voru persónugreinanlegar. En það hikaði enginn við það og fulltrúum meirihlutans fannst það mjög mikilvægt að þetta skyldi koma fram. Þannig ég kaupi ekki þessar útskýringar. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Guðveig. Halldóra Lóa hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Halldóra. Já, forseti og sveitarstjórnarfulltrúar. Þarna eru gögn sem við munum birta, hvort sem þau eru óþægileg eða ekki. Hafa alltaf verið birt og mun alltaf verið birt. Þau eru bara birt í öðru formi. Þau koma fram í skýrslu í apríl, eins og þau hafa alltaf gert. Og ekki bara í þessari sveitarstjórn, heldur líka síðustu sveitarstjórn. Og ekki bara í þessari sveitarstjórn og þessu svæði, heldur all landið. Það er vissulega hægt að óska eftir að hluti af skýrslunni birtist og mun birtast í apríl að öllum líkindum. Það er verið að nota þetta sem vinnugagn til þess að bæta stjórnsýsluna
og við erum ekkert feimin við að birta þær upplýsingar hvernig við ætlum að bæta hlutina. Og þetta kemur ekkert illa við okkur í meirihlutanum, þó ykkur langi rosalega til að halda því fram. Varðandi skýrslu slökkviliðið, þá var skýrslunni breytt heilmikið, einmitt til þess að reyna að minnka persónugreinanleg gögn í þeirri skýrslu. Og hún var ekkert birt á neinni léttúð. En alveg svo þessi skýrsla mun birtast, þá birtist hún. Einmitt til þess að vera ekki að fela gögn. Takk. Takk fyrir þetta, Halldóra. Eru fleiri sem vilja kveða sér hljóðs? Undir þessari fundargerð byggðaráðs. Magnús Mári hefur beðið um orðið. Já, forseti og ágæta sveitarstjórn, bara rétt að árétta aðeins varðandi þetta vinnulag sem hefur verið viðhaft, geri ég ráð fyrir líka þegar að Guðveig Egilsdóttir var formaður byggðaráðs. Þetta kemur fram sem vinnugagn, merkt sem trúnaðarmál til þess að það nýti sem best innanhús og fyrir til upplýsinga fyrir sveitarstjórn. Síðan eru teknar upplýsingar úr þessari skýrslu og teknar saman og þar að leiðandi þetta sem að sveitarstjórnarfulltrúi vildi vekja athygli á, að sjálfsögðu hægt að vekja athygli á því aftur þá. Þannig að hér ekki neitt feluleika ræða, heldur bara vinnulag sem fullkomlega eðlilegt og viðgengst allstaðar þar sem að við höfum skoðað í þessu samhengi. Takk fyrir þetta, Magnús. Eru fleiri sem vilja kveða sér hljóðs undir þessari fundargerð byggðaráðs? Davíð hefur beðið um orðið. Gjörðu svo vel, Davíð. Forseti, ágæta sveitarstjórn, mig langar að taka til máls undir lið númer 2, ljósleiðari í Borgarbyggð framkvæmdir. Ég ætla bara að koma á framfæri þeim áhyggjum mínum sem ég hef svo komið á framfæri áður og hefur komið í ljós að kostnaður mun verða meiri á þessu ári heldur en gert var ráð fyrir. Nú veit ég ekki hvort þær tölur hafa eitthvað breyst, en ég velti því bara fyrir mér, við erum búin að afgreiða nokkra liði núna á þessum sveitarstjórnarfundi sem kalla á viðauka við fjárhagsáætlun og í fljótu bragði sýnist mér við vera, þegar þessi liður og áætlaðar tölur á bak við hann eru teknar með í reikningin að við séum að verða komin upp undir 100 milljón króna viðauka við fjárhagsáætlun. Og þá ekki nema brot af þeim húsnæðisvanda sem að blasir við okkur komin með í reikningin. Ég held að við þurfum að fara að setjast bara yfir fjárhagsáætlun ársins. Fleira var það ekki. Takk. Takk fyrir þetta, Davíð. Ég gef orðið laust þess að fundargerð byggðaráðs. Þórdísi hefur beðið um orðið. Gjörðu svo vel, Þórdís. Já, forseti, aðrir fundarmenn, það viðauki í vinnslu. Hann verður lagður fyrir byggðaráð á 5. daginn í næstu viku, fyrstu drög. Það eru aukin framlög úr jöfnunarsjóði og í rauninni og miðað við þá þætti sem að við höfum tekið upp úr þeim fundargerðum ársins, það sem hefur verið vísað til viðaukagerðar, þá í rauninni viðaukinn jákvæður eins og en við hefum svo sem eftir að rýna aðeins áður en að við leggjum að fyrir fundin á 5. daginn. En að sjálfsögðu held ég að sé komin alveg með þessum breytingum og þessum athugasemdum varðandi mikið af fasteignum sveitarfélagsins og húsnæði þar sem að hýst starfsemi sveitarfélagsins, þá held ég að það sé alveg tímabært að ræða fjárfestingar og fjárhagsáætlun. Og ég held að það sé bara að gera að við höldum vinnufund það. Þú veist, það tökum bara góðan funda sem við ræðum þetta saman. Hver eru möguleikanir? Hvaða leiðir eru færar í stöðinni og hver sé viljinn, eða hvað skref sé vilji til þess að taka? Takk fyrir.
Takk fyrir þetta, Þórdís. Eru fleiri sem vilja kveða sér hljóðs? Svo verðist ekki vera. Ég ætla bara að taka örstutt undir með Þórdísi. Ég held að það sé bara mjög mikilvægt að við höldum samtalinu áfram varðandi fjárhagsáætlun. Það hafa náttúrulega verið að koma upp aðstæður núna sem að kannski var ekki hægt að sjá fyrir. Og það er rétt eins og Davíð benti á að húsnæði á vegum sveitarfélagsins hefur verið í mun verra standi margt af því heldur en kannski gert var ráð fyrir. Sums staðar var kannski gert ráð fyrir því, annars staðar ekki. Og við þurfum bara að fara í mikla umræðu fjárfestingaáætlun sveitarfélagsins til næstu ára. Og það er bara, það er verkefnið. Og þær forsendur sem liggja til grundvallar núna eru bara allt aðrar heldur en það voru þegar við vorum að ræða hérna fjárhagsáætlun síðastliðið haust. Og það er bara ekkert feimnismál. En að því sögðu gef ég orðið laust aftur þessa fundargerð byggðarráðs frá fundi byggðarráðs númer 550. Guðveig, Eyglódóttir er beðið orðið, gjör svo vel Guðveig. Já, forseti og fundamenn, ég ætla að kveða með hljóðs hérna undir öðrum lið sem heitir ljósleiðar í borgarbyggð framkvæmdir og í þeirri bókun sem er undir þessum lið að þá svo ég fari nú hérna bara í hlutaðinni, þá að byggðar að samþykja tillögu sviðsstjórum að fylgst verði með hvernig verkinu vindur áfram árið 2021 og ef kostnaður sveitarfélagsins stefnir í að vera meiri en áætlun þess árs gerir ráð fyrir verði gerður viðauki við fjárhagsáætlun. Byggðar á fjölu sveitarstjóra að fylgjast vel með framkvæmdum við lagningu ljósleiðara. Ég held að ég tali væntanlega fyrir munn okkar margra hérna að við höfum svona kannski svolítið aftengst þessu stóra verkefni hvað varðar upplýsingagjöf eða hvar við vitum hvað það er statt og allavega mín tilfinningu svo að við höfum á einhverju staðar á leiðinni tapa ákveðinni yfirsýn. Eitt af því sem ég vil nefna í þessu samhengi er að það er maður á launum við það að vera með eftirlit með framkvæmdunum og við höfum aldrei fengið neina skýrslur frá þessum aðila hvernig eftirlitinu er háttað, hvort að hann hafi þurft að gera eitthvað athugasemdir, hvort að eitthvað hafi verið eins og það átti ekki að vera. Og ég spyr mig þegar þessu stóra fjárfreka verkefni er lokið, hvað verðum við með í höndunum frá þessum eftirlitsaðila? Og mér finnst bara eðlilegt í þessu stóra, mikilvæga og fjárfreka verkefni sem við erum að gera að það sé bara fylgst vel með því hvernig því vindur áfram af því að það er bara líka meiri háttar mál fyrir okkur ef framkvæmdin er ekki eins og hún á að vera og við höfum kynnst í öðrum sveitarfélögum að það hafa komið upp mál þar sem að framkvæmdin hefur ekki verið alveg samkvæmt því sem var lagt upp með. Ég bara kalla eftir því að við fáum skýrslur reglulega frá þessum eftirlitsaðila og við getum bara fylgst með framvindunni og með hvaða hætti hann sinnir sínu starfi. Takk fyrir. Takk fyrir þetta Guðveig. Ég gef orðið laust varðandi þessa fundargerð byggðarráðs. Halldóra hefur beðið orðið, gjör svo vel Halldóra Lóa. Já, forseti og ágæta sveitarstjórn. Við höfum fengið náttúrulega skýrslur frá þeim aðeila sem sér að halda utan um verkið, en það er alveg rétt að við höfum ekki fengið skýrslur frá eftirlitsaðila inn á fundi byggðarráðs og við einmitt ræddum það svolítið á fundi í desember í byggðarráði að fá þessar skýrslur og við þurfum að ganga eftir því. Við höfum reynt að funda með aðilanum sem heldur utan um verkið svona annað hvern mánuð allavega, stundum oftar. En við veitum líka að verkinu var mun hægari framgangur í því á síðasta ári, meðal annars vegna COVID og út af hörðum vetri fyrir hluta árs síðasta 2020. Vonum náttúrulega að það verði góður skriður á því í ára því að stefnan er að klára þetta verk á þessu ári en mögulega munum við þurfa að flytja eitthvað fjármagn yfir á þetta ár sem hefði annars átt að vera á
að vera framkvæmt fyrir á síðast ári. Takk. Takk fyrir þetta, Halldóra. Þórdís hefur beðið um orðið. Gjörðu svo vel, Þórdís. Já, forseti og sveitarstjórn, við höfum rætt við framkvæmdar aðila ljósleiðarans og óskað eftir í raunum þessum skýrslum eftirlitsaðila. Við höfum eftir að ræða betur við hann og við gerum ráð fyrir að hann mæti, framkvæmdar aðilinn mæti á biðaransfund núna bara mjög fljótlega næstu viku. Þannig að við höldum bara áfram að fylgjast vel með þessu verkefni og hver staðan er. Takk fyrir þetta, Þórdís. Eru fleiri sem vilja kveða sér hljóðs undir þessari fundargerð byggðarráðs? Svo virðist ekki vera og telst þá fundargerð byggðarráðs Borgarbyggðar frá fundi númer 550 framlögð. Þá erum við komin að lið 14 á þessari fundardagskrá en þar er lögð fram fundargerð byggðarráðs frá fundi ráðsins númer 551 og forseti gefur orðið laust þessa fundargerð. Það eru greinilega ekki svona hitamál þar undir eins og fyrir fundargerð. Það er enginn sem kveður sér hljóðs og telst þá fundargerðin framlögð. Þá eru komin að lið 15 á fundardagskrá. Þar er framlögð fundargerð byggðarráðs Borgarbyggðar frá fundi ráðsins númer 552. Og forseti gefur orðið laust þessa fundargerð og efni hennar. Það er enginn sem kveður sér hljóðs undir þessari fundargerð og telst hún því fram, Guðveig hefur beðið um orðið. Gjörðu svo vel, Guðveig. Já, forseti og fundamenn, ég ætla að kveða með hljóðs undir lið númer 2 sem heitir húsnæðismál Ráðhússins. Og eins og fram hefur komið á þessum fundi að þá var þetta í rauninni kannski svona fyrsta málið af mörgum sem að blasa við okkur núna varðandi ástand húsnæðis í eigu sveitarfélagsins og má segja að það sé búin að vera yfir okkur svona smá snjóhengja hvað þetta varðar sem að er eiginlega fallin á okkur, má segja. Og ég held að það sé mjög brýnt að sveitarstjórn boði til vinnufundar hið fyrsta til þess að ræða húsnæðismál sveitarfélagsins heildstætt. Þetta er í rauninni svona ákveðið dómínó sem hefur farið af stað og við getum eiginlega ekkert beðið mjög lengi með að hugsa þetta, hvernig við ætlum að gera og við vitum að nú er búið að taka á leigu húsnæði á Bjarnabraut 8 í, með minnir 6 mánuði eða ár og sá tími náttúrulega vitum við er mjög fljótur að líða og ég vonast til þess að boðað verði til vinnufundar sveitarstjórnar til þess að fara ítarlega út í þessu umræðu. Við höfum þegar byggðarráð fengið ýmsar þarfagreiningar varðandi það sem þarf undir starfsemi ráðhússins. Við höfum fengið kostnaðarmat og fleira. Þannig að ég held að við höfum ýmislegt eins og við þekkjum, ýmislegt til grundvallar til þess að halda þessari, fara í þessa umræðu sem fyrst. Takk. Takk fyrir þetta, Guðveig. Ég gef orðið laust þessa fundargerð byggðarráðs og tek bara undir með Guðveig og það er bara mikilvægt að þetta samtal verði tekið sem fyrst, hvort sem við búum þá til vinnufundar eða hvernig verður staðið að því. Það eru ekki fleiri sem kveða sér hljóðs og telst þá fundargerð frá fundi byggðarráðs Borgarbyggðar númer 552 framlögð. Þá erum við komin að 16. lið á fundardagskrá en þar er lögð fram fundargerð atvinnu-, markaðs- og menningarmálanefndar frá fundi þeirra nefndar númer 21 og ætlar Magnús Smári að fylgja þeirri fundargerð stuttlega úr hlaði. Gjörðu svo vel, Magnús.
Takk fyrir það, forseti, ágæta sveitarstjórn. Fyrsti liður á dagskrá nefndarinnar þennan daginn bar heitið íbúafundir 2021 og þar náttúrulega ræddum við fyrirkomulag íbúafunda og bókuðum að fyrsti íbúafundur sveitarfélagsins yrði 18. febrúar næstkomandi. Þar sem að fjárhagsáætlun Borgarbyggðar 2021 verið kynnt og eins mun sveitarstjóri kynna skipuritsbreytingar sem að tóku gildi á síðasta ári og var fjallað hér í skýrslu sveitarstjóra í upphafi. Og auðvitað líka nefnt að það verði streymt beint frá fundinum eins og þessum og íbúum gefist tækifæri til að taka þátt í umræðinu. Við ætlum að nota fyrirkomulag sem við höfum verið að þróa svona með hjá okkur, kallast Slido, eða þá hægt að koma með fyrirspurnir inn í gegnum netið sem að sveitarstjórn og sveitarstjórnarfulltrúar gæti þá svarað, hugsanlega sveitarstjóri líka. Ég bara kannski vekja athygli á því hvað svo ánægjulegt þetta að við séum komin á þennan stað sem við höfum bara lengi rætt að vilja komast á, að auka aðgengi íbúa að sveitarstjórnarfundunum, að við séum að streyma þeim beint eins og við erum að gera núna, að íbúafundir þeim sé streymt, að það sé verið að nota rafrænar leiðir til þess að fólk geti komið með fyrirspurnir og átt í samtal og samskiptum við sveitarstjórnarfólk. Þannig að þetta er mjög jákvæð þróun. Annar liður á dagskrá þessari ágætu nefnda var samstarfssamningur hátíðar í Borgarbyggð, en við vorum búin að vera með í bígerð ákveðin samning eða samningsdrög sem við erum að útbúa sem hugsaður til þess að við getum stutt við, sérstaklega gert ákveðna samninga við hátíðir í Borgarbyggð sem hafa svona fest rætur svolítið og þurfa sérstakan stuðning og talaði að við myndum veita til að byrja með, vill ég leyfa mér að segja, 300.000 krónum í hverja svona hátíð, svona til formlegan stuðning fjárhagslega og það sé ekki mikið, að þá ekki síður mikilvægt það sem líka í samningnum og ekki endilega peningar, en það er stuðningur starfsfólk stjórnsýslunar við þessar hátíðir þegar verið að setja þær upp og þá erum við að tala að samskiptastjóri komi með ákveðið vinnuframlag, markaðssetningu sem við munum koma að, auglýsingar og þess áttar auk þar sem að fólk getur þá nýtt prentaðstöðu hjá Borgarbyggð og ákveðin stuðning frá áhaldahúsi við uppsetningu á þessu. En þetta held ég að sé jákvætt og eins og ég segi, ég held að sé mikilvægt fyrir okkur að kannski, halda áfram, reyna að efla en að bæta aðeins í þetta. Við vitum náttúrulega öll hvernig bara staðan og kannski ekki hægt að vera of rausnarlegur, en mér finnst þetta mjög jákvætt skref líka. Þriðji liður heitir rafræn stjórnsýsla og upplýsingamiðlun og þar voru umræður að birta bókhald á heimasíðu Borgarbyggðar. Og við höfum verið að skoða þetta og fengið ákveðin tilboð í svona útfærslur á þessu. Það bara satt best að segja heilmiklar efasemdir hversu gagnlegt eða gott og öruggt að hafa alveg galopið bókhald fram á heimasíðum sveitarfélagsins, hafa reynt það og rokkið tilbaka alveg hreint vegna ákveðina leka, þannig að umræðan hefur svolítið verið upp á síðkastið á þá vegu að við myndum vinna bara gögn úr fjárhagsbókhaldi sveitarfélagsins inn í einhvers konar app eða forrit sem geti þá varpaði fram á heimasíðuna, þannig að jafnvel fjárhagsupplýsingar og svo sem önnur tölfræði gögn geti verið svolítið lifandi og upplýsandi á heimasíðu sveitarfélagsins. Þannig að á þeim stað erum við núna að reyna að skoða það hvort að það sé ekki bara leiðin og við erum að skoða það og munum halda áfram að vinna það með fjármálasviðinu. Þannig að enn og aftur þetta snýst upplýsingamiðlun og í rauninni svona hluti af upplýsinga- og lýðræðisstefnu sveitarfélagsins. Þá það fjórði liður, vatna- og gönguleiðin. Þá fengum við heimsókn á fundinn frá Gísla Einarssyni og Birni Bjarka Þorsteinssyni sem með hugmynd uppbyggingu og gönguleið frá Hlíðarvatni í Kolbeinsstaðahreppi að Hreiðarvatni í Norðurárdal, svokölluð vatnaleið. Og þeir komu á fundinn og kynntu fyrir okkur hugmyndina. Í raun bara þá hugmynd að stofna hugsanlega ferðafélag Borgarfjarðar sem ég skilst að sé bara hreinlega ekki til
og reyna að fá með aðstoð sveitarfélagsins og svo sem bara hugsanlega sækja í sjóði eins og byggingarsjóður ferðamannastaða, þannig að hægt verði að stika þessa gönguleið mögulega, og þar gæti aðkoma sveitarfélagsins verið, skoða gangnamannaskála á leiðinni þannig að það væri hægt að nýta þá. Það eins og við vitum, þekktar gönguleiðir eru bæði mikil svona svæðisprýði og draga að fólk til þess að svona ferðafólk, og þetta mikið sportorð, þannig að auðvitað tóku fundamenn mjög vel í erindið, verkefnið, og verður gaman að sjá hvort ekki verður stofnað ferðafélag með raði og hvort við getum ekki á einhvern hátt stutt við þetta frumkvæði. 5. liður var svo málefni hugheima, en hugheimar eru frumkvöðlasetur eða nýsköpunarsetur sem var starfandi hér í Borgarbyggð og svo sem að nafninu til ennþá, voru með aðstöðu í Bjarnabraut 8 þar sem var leigð út aðstaða fyrir frumkvöðla og nýsköpunarfólk. Þannig að þegar að hugheimar mistu í raun húsnæðið þar, þá hefur svona minna gerst í þessu heldur en áður, en Ólafur Sveinsson sem starfar hjá SSVAF sem atvinnuráðgjafi formaður stjórnar þessa félags, og hann kom á fundin til okkar og sagði okkur frá því að þarna séu heilmikil tækifæri. Við fengum einnig Pál Brynjarsson inn á fundin sem sagði okkur frá nýsköpunarneti, það reyndar liður 6 líka hér á dagskrá, en allavega þá var bara mjög mikill hugur í fólki varðandi þetta og ástæða til þess að halda bara áfram, reyna að blása lífi í hugheima og svona tengja betur þessa aðila sem komu, voru stofnaðilar að þessu félagi og eru Borgarbyggð og Arion banki og Kaupfélagið og háskólarnir okkar, og ef allir þessir aðilar taka sig saman þá var örugglega hægt að gera góða hluti varðandi þetta. 7. liður, eins og ég sagði, nýsköpunarnet Vesturlands, en þar einmitt sagði Páll Brynjarsson frá Samtökum sveitarfélaga á Vesturlandi okkur frá þessu fyrirbæri, en það stendur sem sagt til í gegnum Samtök sveitarfélaga á Vesturlandi að stofna nýsköpunarnet Vesturlands, þar sem einmitt svona fyrirbæri eins og hugheimar, og ég mun langar að nefna Breiðina sem á Akranesi sem líka nýsköpunarsetur, og fleiri setur sem að verða til vítt og breitt Vesturland, munu stofna með sér svona samstarf og vinna saman að nýsköpun og frumkvöðlastarfi. 7. liður heitir svo markaðsmál 2021, en nefndin hefur verið að vinna eftir markaðsstefnumótun sem búið að leggja út, og á þessum fundi var farið yfir, og við gerum það bara á hverjum fundi núna, við förum yfir ákveðna verkáætlun og tímaáætlun og búið að setja bara upp svona gott plan í kringum þetta, og það eru tekin áhersluverkefni og forgangsraðað, og í febrúar eru áherslurnar á að ýta undir jákvæð og betri samskipti, huga að móttöku nýrra íbúa, útbúa heildstætt viðburðardagatal, finna tákn og staði sem enginn að Borgarbyggð fyrir markaðssetningu, auglýsjalausar lóðir og skilti og aðkoma í Borgarbyggð. Og þetta allt mál sem að nefndin að vinna og eru á ágætis rekspöl. 8. liður skilti og aðkoma í Borgarbyggð, en við höfum reglulega tekið þennan lið upp og hefur svona, komist aftur á dagskrá núna, en sem sagt, við höfum bara verið að skoða það í rauninni með hvaða hætti þetta hvað þarf til að fólk geti sett upp skilti, hvað þarf til þess að við getum tekið þau niður, hvaða leyfi, hvernig útlit þarf að vera á þeim, getum við samræmt útlitin á þeim, getum við fækkað þeim, getum við tekið niður það sem er klárlega orðið úrelt, og þannig að það bara verið að rifja upp, þá var tekin þarna inn á fundin ákveðin reglu sem eru til og þarf bara að uppfæra, þannig þarna í rauninni bara spurningin að hreinsa til aðeins í þessu skiltamálum og svona leggja aðeins línundar. Það er kannski alltaf að nefna það hér að við erum í startholunum að setja upp skilti við stofnanir Borgarbyggðar með merki Borgarbyggðar og svona samræmdu útliti, þannig að það allavega að komast á réttan stað, en svo þessi auglýsingaskilti sem að fyrirtæki og stofnanir hafa fengið að setja hingað og þangað sem það svona aðeins að taka til í eða skoða.
Já, þarna var einmitt rætt líka möguleikann á að vera í samstarfi við Landbúnaðarháskóla Íslands til að koma á einhverju samstarfsverkefni við skipulagsfræðingana þar. Þá held ég neinin, þetta er rétt að byrja, þetta er duglega nefnd. 9. liður er atvinnulíf borgarbyggðar, þá var hér umræður lausar lóðir í borgarbyggð og kynningarefni og nefndin skoðaði drauga kynningarefni og samt að fara í ákveð markaðsátak núna í febrúar og mars þar sem markmiðið að kynna lausar lóðir í sveitarfélaginu og bent á mikilvægt væri að upplýsingar lausar lóðir séu aðgengilegar á heimasíðu sveitarfélagsins ásamt gjöldum og öðrum upplýsingum sem nauðsynlegar eru fyrir framkvæmdaraðila. Þetta er náttúrulega angið að þessari sömu umræðu sem hefur verið hér í dag og áður og það er búið að gera mikla gangskur í þessu, það er verið að vinna því að koma betri upplýsingum inn á kortasjá sveitarfélagsins og hægt sé að sjá allar upplýsingar sem nauðsynlegar eru fyrir þá sem eru að reyna að komast yfir lóðir og auðvitað þegar það er svolítið komið þá er óhætt að fara að kynna þetta ennþá betur. Að lokum er hér 10. liður Arfur Þorsteins ársskýrsla en þar er framlögð ársskýrsla eða greinargerð Guðrúnar Jónsdóttur vegna Arfs Þorsteins frá Hamri og þetta var lagt þarna fram til kynningar upplýsandi mjög. Takk. Takk fyrir þessa laufléttu yfirferð, Magnús. En að því sögðu gef ég orðið laust fundargerðina og efni fundarins og augljóst að það er mikið að vera hjá þessari nefnd núna. Guðveig Eyglódóttir við biðjum orðið, gjörðu svo vel, Guðveig. Já, forseti og fundamenn. Ég þakka formanni fyrir góða yfirferð og það verður spennandi að sjá þessi verkefni verða að veruleika. Ég ætla að kveða með hljóðs undir lið númer 9 sem heitir Atvinnulíf borgarbyggðar, umræður lausar lóðir í borgarbyggð og kynningarefni. Það hefði reyndar verið bara ágætt ef að formaður hefði kannski komið svona aðeins betur inn á það með hvað nefndin ræddi varðandi það með hvað hætti væri hægt að laða að fyrirtæki hingað í sveitarfélagið og hvað myndi vera í þessum auglýsingum sem að væri til þess að fyrirtækin myndi líta til borgarbyggðar, hver gulrótin yrði í þessum auglýsingum. Við höfum hort á mikinn vöxt í sveitarfélagunum í kringum höfuðborgarsvæðið bæði suður og upp á Akranes sem er mjög ánægjulegt. Ég verð óþreytandi á því að ræða það að forsenda fyrir því að hér geti orðið einhver tekjuaukning hjá sveitarfélaginu og vöxtur er það að við sköpum aðstæður fyrir lítil meðalstór fyrirtæki til þess að koma hingað að. Mér þykir eiginlega bara sorglegt hvað það hefur einhvern veginn verið lítill slagkraftur í því, það hefur mikið verið talað en það hefur lítill slagkraftur í því að gera raunverulega eitthvað til þess að láta þetta verða veruleika. Og ég hef rætt við kollega minna í sveitarfélögunum í kring út af því að það er svo auðvelt að líta bara og segja að gjaldskráin okkar er alveg sambærileg við aðra gjaldskrár og svo framvegis. En ein af þeim ástæðum sem fyrir því að hér hefur ekki orðið uppbygging eins og annars staðar er það að þessi sveitarfélög eins og til dæmis, ég ætla að nefna og lesa úr gjaldskrá gatnagerðargjalda fyrir sveitarfélagið Ölfus og þetta sveitarfélag nýtir sér þetta og önnur sveitarfélög þar sem við erum að sjá hana gríðarlega vöxt. Þetta má ekki ræða hér í borgarbyggð. Við erum með lóðir upp á Sólbakka og Vallarási sem hafa staðið þarna tómar með götuljósum og götu frá því 2008 og ég veit ekki hvað við viljum horfa upp á þær tómar í mörg ár og standa þarna með krosslaðar hendur og segja að þetta er bara gjaldskaran og svona ætlum við bara að hafa þetta. Ef við myndum nú reikna okkur aftur í tíman og áætla það hvað við værum nú búin að fá inn að gatnagerðargjöldum þarna ef við hefðum gripið til einhverja svona framsækinna aðgerða til þess að koma fyrirtækjum að. Og ég ætla að lesa
úr þessari gjaldskrá hjá félögum okkar í Ölfusi. 6. grein, sérstök lækkunarheimild. Heimilt að lækka að fella niður gatnagerðargjöld af einstökum lóðum í sveitarfélaginu við sérstakar aðstæður, svo sem vegna þéttingar byggðar, atvinnuuppbyggingar, lítillar ásóknar í lóð eða eftirspurnar eftir leiguhúsnæði. Ég held að við ættum nú bara að taka þetta til fyrirmyndar og skoða þetta. Ég tel það mjög vel að ætla að fara í það að auglýsa atvinnulóðir hér í sveitarfélaginu og kynna fyrir fyrirtækjum hvað við höfum til að bjóða. En það verður að vera einhver gulrót. Af hverju ætti fólk og fyrirtæki að vilja koma og byggja hérna upp ef að þeim býðst betri kjör og aðstæður annars staðar. Við þurfum að búa til þessa gulrót með miklum og afgerandi vilja. Og mér finnst stundum eins og þegar ég er að tala um þetta að það sé svona rangvolt augunum og við erum nú búin að gera þetta og það voru nú engin viðbrögð. En þetta er bara hellingsvinna sem þarf að ráðast í og er að mínu mati í rauninni hefur aldrei verið mikilvægara heldur en nú að ráðast í þetta. Ef það er einhver tíma sem okkur vantar að auka tekjur sveitarfélagsins, þá er það núna. Ef það er einhver tíma sem er hægt að réttlæta það að fara í sértækar aðgerðir til þess að efla atvinnustigið hérna, þá er það núna. Og þótt að við séum eins og í fjárhagsáætlun að leggja til að stofnanir sé að draga saman, þá tengist það ekki þessu. Þetta er algjörlega málið. Þetta er neyðaráætlun sem við þurfum að fara í núna. Hvernig ætlum við að fara í það meðan við erum með 90% nánast á húsnæði sveitarfélagsins sem er að detta í sundur. Fjármál sveitarfélagsins eru bara komin að frekar, það lítur nú ekki vel út til næsta ára. Hvernig fer þetta? Þetta fer þannig að fólk fer að skoppa burt úr sveitarfélaginu og flytjast í burtu. Okkur mun fækka og tekjurnar munu lækka. Ég segi að það er bara rauði takki núna að við verðum að gera eitthvað ef við ætlum ekki að tapa þessu öllu frá okkur. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Guðveig. Ég gef orðið laust. Halldóra Lóa hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Halldóra. Já, forseti og ágæta sveitarstjórn. Þetta var ágætis dómsdagsspá yfir okkur. En ég hef nú meiri trú okkur en svo og bara ef að þessar byggingar sem við erum búin að útluta núna á síðast ári fara á stað sem að við gerum ráð fyrir og erum að gera það sem við getum til þess að gera það verkum að það sé ekki hægt að draga þær framkvæmdir, þá held ég nú að framtíðin sé nokkuð björt. Það sem ég held að hafi gerst meðal annars með þessar lóðir í Borgarnesi sérstaklega er að þær hafa talaðar gríðarlega niður. Bara frá því að ég kom held ég aftur inn í sveitarfélagið að þá er alltaf verið tala um að þarna sé þvílíkt hyldýpi niður og fast að það muni aldrei nokkur tíman vilja byggja þarna. Og meðan þetta er umræðan, þá gerist náttúrulega ekki neitt. Og nei, við töluðum að fara ekki aftur í að veita svona skammtíma afslátt á gatnagerðargjöld og annað varðandi atvinnuhúsnæði af því að við ætlum að taka þetta til skoðunar. Við pröfuðum þetta í fyrra og það gerðist lítið og ég held að það sé meðal annars vegna umræðunar. Núna er hins vegar aðeins farið að koma aftur fyrirspurnir og fólk er að pæla og ég held að við þurfum að skoða þetta svolítið heildstætt. Ekki sem eitthvað svona skammtímalausn, heldur taka þetta bara alveg frá A til Ö. Ég hef bara mikla trú á þessu sveitarfélagi. Ég held að við séum bara að fara að horfa fram á stækkun. Okkar svona, lúxusvandamál núna á næstunni verður að finna meira byggingaland á þessu svæði. Og
og ég tala nú ekki ef Sundabraut verður að veruleika sem að aftur farið að blása glæður í, að þá bara svo gríðarlega mörg tækifæri hérna. Ég hlakka til. Takk. Takk fyrir þetta, Halldóra, og það er kannski alltaf að benda á það svona í samhengi við þessa umræðu að það sem að sveitarstjórnarfulltrúi Guðveig Eyglódóttir las upp úr reglum annarra sveitarfélaga áðan, þetta í raun að hluta til það sem við erum búin að vera að reyna síðast allavega 1,5 til árin, að veita afslátt af gatnagerðargjöldum til að hvetja til framkvæmda. Við höfum líka verið að reyna að lækka álögur eins og ég kom inn á áðan. Jú, við vildum náttúrulega sjá mikið meira gerast og það er þess vegna ákveðin greiningarvinna í gangi til að sjá hver eru næstu skref og hvernig eru þau skynsamleg. Það er alveg rétt að við höfum ekki stækkað eins mikið og við höfum viljað eins og til dæmis Akranes hefur gert, en það er líka einhver gerjun í gangi núna og við sjáum það á því hversu mikið af lóðum er búið að úthluta til íbúðarhúsalóðum. Það má líka alltaf koma með tillögu að úrbótum og breytingum á reglunum sem við erum með til grundvallar úthlutun á lóðum og við höfum alltaf verið tilbúin að taka allt slíkt upp á dagskrá og ræða það og erum alveg tilbúin að skoða það, bæta inn einhverju svona ákvæðum ef við sjáum að það geti gengið og myndi henta sveitarfélaginu vel. Þannig að það er bara mjög góð ábending og hefur alveg verið rætt. Við erum búin að ræða þetta aðeins inn í byggðaráði og það er ekki langt síðan við létum taka upp þessar reglur, bara svo það sé sagt. Þetta er alveg rétt líka sem að Halldóra Lóa kom inn á. Það hefur svona verið pínu stigma yfir lóðunum þarna ákveðnum á Sólbakkanum. Hins vegar hefur farið fram skoðun á því hvort það sé jafn djúpt á fast eins og hefur verið haldið fram á þessum lóðum, bara mjög nýverið og það kom í ljós að þetta var bara ekki alls kostar rétt og það er í rauninni bara 2 metrar niður á fast sem að þykir bara ekki drosalega mikið í þessu samhengi á allan stóru svæðum í Sólbakkanum. Þannig að ég held að við ættum bara svolítið að fara að snúa vörn í sókn og tala þessar lóðir upp og tala upp atvinnuástandi, tala upp, við erum að reyna að lækka álögur og íbúa með því að halda fasteigna álagningarhlutfallinu niðri. Við gerðum það meðvitað núna þó að það hefði verið auðvelt að láta fjárhagsáætlun líta betur út með því að hækka álagninguna. Við gerðum það ekki. Önnur sveitarfélög hafa þurft að grípa til þess, þannig að við erum að reyna að gera það sem við getum til að halda álagningunni niðri. Við hins vegar getum ekki breytt húsnæðisverði og markaðsvirði eigna og það er náttúrulega það sem hefur líka mikil áhrif á þetta reikningsdæmi. En vonandi verðum við bara eftir nokkur ár að horfa á sömu aðstæður og eru upp á Akranesi og í sveitarfélögunum í kringum höfuðborgarsvæðið. Það er allavega okkar framtíðarsýn og við vonum bara til þess að sem flestir hoppi á þann bát og séu tilbúnir að fara í þá vinnu. Því að það er ekki nóg að segja bara hlutina og tala að allt sé slæmt og ekkert nógu vel gert, heldur þarf fólk líka að leggja sitt á vogarskálarnar og taka þátt í vinnunni sem er í gangi til þess að breyta aðstæðunum. En að því sögðu ætla ég að gefa orðið laust aftur þessa fundargerð atvinnumarkaðs- og menningarmálanefndar. Og Guðmundur Freyr hefur beðið orðið, gjör svo vel, Guðmundur. Já, forseti, ágætu fundarmenn, langar aðeins að leggja orð í belg varðandi þennan lið. Auðvitað höfum við gert ákveðna hluti og prófað og það er bara til dæmis það hvernig frá þessari nefnd, þetta sjónarhorn varðandi markaðssetninguna á þessum lóðum, ef að menn fara að bera saman kosti hér og kosti þar, þá liggur það alveg í augum uppi að upplýsingar þurfa að vera aðgengilegar. Það er eitthvað sem við höfum alveg mátt gera betur og stefnum að því að gera betur. Hvað kostar það mig að byggja á þessari lóð versus einhverju annar lóð? Og það er náttúrulega bara vinna sem er í gangi og við í pólitíkinu við viljum að svona upplýsingar séu aðgengilegar. Ég ætla svo sem að geta hafa þetta lengra þetta en takk fyrir. Já, takk fyrir þetta Mummi og fínt þú komst inn á þennan punkt af því að það er náttúrulega búið að vera mikil vinna í gangi á kjörtímabilinu bæði með því að skipta út heimasíðu, bæta upplýsingar inn á heimasíðuna
Eins og Þórdís kom inn á í erindi sínu áðan, þá er náttúrulega nýbúið að taka upp netspjall sem er í þessu skyni líka og allt í lagi að benda á það að það er komið mjög flottu vefur hjá Akraneskaupstað þar sem að kemur mjög skýrum hætti fram einmitt hvað kostar að byggja á lóðum og annað slíkt og vonandi getum við bara tekið það upp hjá okkur líka áður en langt líður. Heyrum við hérna sírenu væl út allt, það er náttúrulega 1-2 dagurinn í dag og fínt að vekja aðeins athygli á því líka. Litu allir hver á annan en það er bara frábært og gott að láta að flagga því sem til er hérna á þessum góða degi. En ég gef orðið laust að nýju þessa ágætu fundargerð atvinnumarkaðs- og menningarmálanefndar sem hafa nú verið ansi líflegar og góðar umræður undir í dag. Magnús Smári, gjör svo vel. Já, forseti og ágæta sveitarstjórn, bara örstutt. Fyrst að leiðrétta það, ég er ekki formaður þessar ágætu nefndar, Sigurður Guðmundsson er formaður, en það er svona venjan að formenn séu hér að kynna. Aðeins bara umræðuna undir þessum lið á fundinum, hún var einmitt í þessu áttina, að til þess að hægt væri að kynna þetta nánar, þá þyrfti samanburðurinn að liggja fyrir. Það var umræðum þá, það hefur verið að okkar gjöld og kostnaður ef að koma upp atvinnulóð sé ekkert endilega óhagstæður hér. Hins vegar þyrfti jafnframt, af því að þetta er líka búið að vera umræðin í byggðaráði eins og Guðveig veit, að hvaða leiðir við höfum til þess að gera þetta samkeppnishæfara. Og ég neita því að það sé bara ekki takt að ekki viljið til að hlusta á það, auðvitað er viljið til að hlusta á það. Við bara förum að fá það skýrt hvað er besta leiðin fyrir okkur og einmitt að því við erum að skoða lóðaleigusamninga, við erum að skoða lóðaúthlutunarreglur, bara setja það þá inn það sem að við teljum að skila okkur einhverju sem skiptir máli í þessu. Takk fyrir þetta, Magnús. Eru fleiri sem vilja kveða sér hljóðs? Svo virðist ekki vera, þá telst þessi fundargerð atvinnumarkaðs- og menningarmálanefndar frá fundi nefndarinnar númer 21 framlögð. Þá erum við komin að lið 17 á fundadagskrá en þar er lögð fram fræðslunefnd Borgarbyggðar frá fundi þeirra nefndar númer 195 og Magnús Smári ætlar líka að fylgja þeirri fundargerð úr hlaði sem formaður nefndarinnar. Gjörðu svo vel, Magnús. Já, takk fyrir það, forseti og ágæta sveitarstjórn. Fyrsti liður á dagskrá fræðslunefndar þessu sinni var skólastefnan en við erum sem sagt í stellingum þar að fara að endurskoða hana. Hún var gildi til 21 og þannig að við erum bara að byrjum á því að rýna í eldri stefnuna og svona sjá hvernig innleiðingin hefur gengið. Skólarnir hafa fengið sem sagt það verkefni að fara svolítið yfir það hvernig þeim hefur gengið að innleiða og okkur þá stefnu sem er í gildi núna og næstu skref eru þá bara að hugsa hvort hún verður endurgerð alveg frá grunni eða hvort við nýtum þessa fyrri svona grunnun til sem ég held nú að gæti verið skynsamlegt og það er uppi hugmyndum að fá Ingvar Sigurgeirsson til aðstoðar við þessa vinnu en hann er sem sagt ráðgjafi í fræðslumálum og hefur unnið töluvert með Borgarbyggð og þekkir okkur vel og væri áhugavert svona til þess að fá þann vinkil inn í þetta. En við munum náttúrulega taka þetta fyrir á fundum nefndarinnar á næstunni. Annar liður í hér heitir sumarlokun leikskóla en þar var erindi frá leikskólastjóra Klettaborgar varðandi sumaropnunina. En Klettaborg óska eftir því að það yrði gerð lítilsháttar breyting á þeirri sumarlokunar áætlun sem var í gangi. Hún hefur minni háttar áhrif á heildarplanið, þetta eru kannski 2 dagar sem þetta breytist ef mann rétt og þetta samþykkti nefndin. En svo kom hér þriðji liður sem heitir sumarlokun leikskóla Borgarbyggðar 2021. Og er ekki sama erindi og er undan heldur fjallar erindi allra leikskólastjóra Borgarbyggðar sem var lagt fyrir fræðslunefnd og sem sagt að framlengja sumarlokun leikskóla
þar sem var verið að tala að bæta við viku, að leikskólarnir yrðu lokaðir í 5 vikur í stað 4 vikna og rökin í því eru meðal annars þau að það er náttúrulega bara, það er hagkvæmara, það komast á öll sumarleyfi starfsmanna fyrir á sumrinu, það er nýbúið að breyta kjarasamningum á þann veg að nú hafa allir starfsmenn leikskóla alveg sama á hvaða aldri þeir eru, rétt á 5 vikna sumarfríi, þannig og það hefur reynst svona kannski stundur svolítið erfitt að manna afleysingar leikskólana á sumrin. Það var að fara rök fyrir því að þetta væri gott fyrir fjölskyldur og börn og starfsfólk skólana, en það var sjálfsögðu viðruð þarna önnur sjónarmið að þetta ákveðin þá breyting á þjónustu sveitarfélagsins, þjónustu skerðing myndu einhverju segja, hentar ekki öllum fjölskyldugerðum og öllum stöðum og svæðum. Þannig að niðurstaða þessa fundar var að í rauninni að leggja þessa pælingu fyrir foreldraráðin, fá þeirra umsögn og taka þetta aftur inn á fundin og velta þessu fyrir okkur enn frekar. Svo var hér 4. liður viðbrögð við biðlistum í leikskólanum í Borgarnesi. Þá var lagt fram minnisblað sviðsstjóra fjölskyldusviðs sem að við svo sem fórum hér yfir áðan því við samþykktum þá niðurstöðu, þar að segja að það verði sem sagt settar færanlega kennslustofur við Ugluklet. 5. liður leikskóladvöl frá því að fæðingarorlofi lýkur og þarna er líka liður sem við samþykktum sum okkar áðan að setja aldurinn við 12 mánuði, þar að segja þegar fæðingarorlofi lýkur, og ég get svo sem bara sagt það hér og lofað sveitarstjórnarfólki því að við munum halda áfram að ræða þetta inn í fræðslunefnd, þar að segja hvort að ástæða sé til þess að hafa einhverjar undanþágur frá þessu og með hvað hætti það að vera. Við þurfum kannski svolítið bara að átta okkur á því hverjir það eru eða hver er þörfin, hvaða hópar það eru sem þyrftu á þessu halda, hver er munurinn á kostnaði við að reka leikskóla sem að hefa eingöngu 12 mánaða og eldri og svo einhverjan yngri. Þannig að auðvitað munum við bara ræða það áfram. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Magnús. Forseti gefur orðið laust þessa fundargerð fræðslunefndar. Já, hún er greinilega bara útrædd. Að því sögðu þá er fundargerð fræðslunefndar Borgarbyggðar frá fundi nefndarinnar nr. 195 framlögð. Þá erum við komin að 18. lið á fundadagskrá, en þar er lögð fram fundargerð skipulags- og byggingarnefndar Borgarbyggðar frá fundi nefndarinnar nr. 21 og ætlar Guðmundur Freyr, formaður nefndarinnar, að fylgja fundargerðinni úr hlaði. Gjörðu svo vel, Guðmundur. Já, forseti, ágætu fundarmenn. 21. fundur skipulags- og byggingarnefndar fór fram þann 5. febrúar í fjarfundi, en 7 mál voru á dagskrá. Og ætla ég aðeins að renna yfir það sem ekki hefur verið komið fram nú þegar, sem er nú svo sem fátt. 3. liður á dagskrá hérna er þar sem heitir Fráveita sjálfrennilögn í Leirum, Böðvarsgata, en veitur hafa óskað eftir framkvæmdaleyfi fyrir því að leggja sjálfrennilögn, eins og kalla það, frá Böðvarsgötu niður í Digranesgötu, og þegar málið er skoðað þá sjáum við í gögnum lýsandi myndir af framkvæmdinni, en er að ræða töluverða fyllingu í ströndina fyrir neðan Böðvarsgötu, og þetta er eitthvað sem að nefndinni þótti og þykir meiri háttar framkvæmd og full ástæða til þess að fá kynningu frá fulltrúum veitna og sjá hvað þeir hafa fram að færa varðandi þetta mál, þannig að því afgreiðslu þess var frestað.
lögð var fram greinargerð vegna vindorkugarðs við Grjótháls og við höfum svo sem rætt það hérna og bara endurtaka það sem að nefndin setti þessa klausu neðst í sína bókun að svona fullunnin stefna varðandi þessi mál hefur ekki verið unnin hjá sveitarfélaginu og eins líka að koma væntanlega frá ríkisvaldinu einhver stefnumörkun varðandi vindorkugarða og við erum svo sem ekki eina sveitarfélagi sem erum svona svolítið að róa í þessum málum, koma að segja stefnulaus eða svo að segja, en þetta mál bara lítur ágætlega út og heldur áfram sína leið í okkar afgreiðslum. Svo voru það lóðamálin. 5. liður heitir nýr lóðaleigusamningur og endurskoðun úthlutunarreglna. Sviðsstjóri kynnti þá vinnu sem hefur farið fram nú þegar varðandi yfirferð og endurskoðun á þessu tvennu, lóðaleigusamningana og úthlutunarreglna. Og umræða var þokkaleg varðandi þessi mál. Það eru svona atriði sem þarf að skoða sem eru meðal annars á hvaða tímapunkti ætti að gefa út lóðaleigusamning. Nú svo það lengd samninga og framlengingar ákvæði og fleira. En áfram verður unnið á sviðinu og tillögur kynntar síðar þegar þær liggja fyrir. Nú hafa lagður fram listi yfir þær lóðir sem hefur verið úthlutað til einka og lögaðila og þar sem að framkvæmd í rauninu hefur ekki verið lokið. Þarna er í rauninni nefndin að fjalla það að þurfa að senda þessum aðilum bréf sem eru komnir fram yfir að þennan tímafrest í núgildandi reglum og senda áskorun það hvort að eigi að halda áfram eða hvort að menn séu dottnir að baki. Því að eins og við vitum þá er í rauninni takmarka framboð af lóðum eins og staðan í dag. Þannig að þetta er svona bara ætlað til þess að ýta við fólki. Og svo það 7. liður sem er upplýsingagjöf gagnvart umsækjendum lóða. Og þetta er í rauninni sama mál og hefur verið tekið í atvinnumarkaðs- og menningarmálanefndinni þar sem að fjallað var þann möguleika í þeirri kortasjá sem við erum að nota þá er hægt að setja inn fleka þar sem þær lóðir eru sem eru lausar og svona fjallað það hvort það væri ekki sniðugt að færa allar upplýsingar þar inn, þar að segja að ef þú vilt nálgast upplýsingar hvaða lóðir eru lausar þá fáir tengil inn á kortasjána og þar getur í rauninni valið lóðin og fengið allar tilrændu upplýsingar sem að þarf að fá. Og það liggja þá ekki upplýsingar á víð og dreif og það gleymist að taka út hér þegar lóðir úthlutað og annar staðar eru nýju lóðinir. Þannig að þetta er svona bara ákveðin, má segja tiltekt í þessum málum. Fleira var ekki gert. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Guðmundur Freyr. Ég gef orðið laust þessa fundargerð skipulags- og byggingarnefndar frá fundi nefndarinnar númer 21. Það er enginn sem kveður sér hljóðs og telst í fundargerðin framlögð. Þá erum við komin að 19. lið á fundardagskrá en þar er lögð fram fundargerð umhverfis- og landbúnaðarnefndar frá fundi nefndarinnar númer 20 og ætla Davíð Sigurðsson að kynna stuttlega þá fundargerð. Gjörðu svo vel, Davíð. Forseti, ágæta sveitarstjórn. Já, ég skal reyna að vera stuttorður. Á fundi umhverfis- og landbúnaðarnefndar sem haldinn var 21. janúar voru 6 mál á dagskrá. Fyrstu 2 málin voru bara lögð fram til kynningar. Það er drög að stefnu meðhöndlun úrgangs 2021-2032 og samræmdar merkingar við flokkun úrgangs.
Þriðji liður á dagskrá var taxtar fyrir veiðar á ref og mink 2021 og framlagðar voru tillögur sem að var nú breytt aðeins í meðferðum nefndarinnar. Við fækkuðum þeim minkum sem að greitt fyrir og fjölguðum refum á móti, en staðan hefur verið þannig undanfarin ára að það hefur ekki verið fyllt upp í minkakvótan, en hins vegar er búið að vera vandamál með fjölda refa í sveitarfélaginu. Fjórði liður var stóri plokkdagurinn og það var framlögð kynning plokk á Íslandi á stóra plokkdeginu sem haldinn verður 24. apríl næstkomandi. Nefndin samþykkti fyrir sitt leyti að Borgarbyggð tæki þátt í stóra plokkdaginu og verkefnið verið kynnt nánar þegar nær dregur. Fimmti liður var friðlýsingar og þá voru lagðar fram fundargerðir fyrsta og annars fundar starfshóps friðlýsingu Borgarvogar. Umhverfis- og landbúnaðarnefnd fagnaði því að starfshópur friðlýsingu Borgarvogar sé farin af stað og vinnan virðist ganga vel. Nefndin ætlar að fylgjast á vel með vinnu starfshópsins og koma athugasemdum og ábendingum á framfæri við starfshópinn ef þurfa þykir. Jafnframt óskuðum við eftir því að fá fulltrúa sveitarfélagsins í þessum starfshóp á næsta fund umhverfis- og landbúnaðarnefndar til að fá nánari upplýsingar stöðuna. Sjötti liður það var útboð vegna reksturs tjaldsvæða árið 2020 og þar voru lögð fram drög að verðfyrirspurn vegna reksturs tjaldsvæða í Borgarnesi og Varmalandi. Það er að segja svona eins konar útboð og nefndin samþykkti framlögð drög. Fleira var það ekki. Takk. Takk fyrir þetta, Davíð. Ég gef orðið laust þessa fundargerð umhverfis- og landbúnaðarnefndar. Það er enginn sem kveður sér hljóðs og telst því fundargerðin framlögð. Þá erum við komin að næst síðasta lið á fundadagskrá, en þar er lögð fram fundargerð fundar velferðarnefndar Borgarbyggðar frá fundi nefndarinnar nr. 111 og ætlar Silja Eyrún, formaður velferðarnefndar, að fylgja fundargerðinni stuttlegu hlaði. Gjörðu svo vel, Silja. Já, takk forseti og aðrir fundarmenn. Ég ætla að fara yfir þessa fundargerð nr. 111 sem var haldin 2. febrúar síðastliðinn. Það er fyrsti liður trúnaðarbók svona eins og alltaf og svo er það húsnæðisstuðningurinn sem við vorum búin að ræða áðan og samþykkja. Þriðji liður var stefna í málefni fatlaðra. Þar sem við þurfum að halda áfram að vinna þessa stefnu en vinnan hefur miklu legið niðri síðan í september vegna COVID. Við höfum ekkert fengið að fara í þær heimsóknir og slikt sem við vilja fara í. En það verður haldið áfram að vinna að þessu og fjórði liðurinn var svo þjónustu við aldraðar. En við gerðum tilraunaverkefni árið 2020 og erum með akstursþjónustu fyrir aldraða en vegna ástandsins þá náttúrulega komst það aldrei til framkvæmda almennilega. Þannig að við getum einhvern veginn ekki áttað okkur á því hvort það sé þörf fyrir þessu þjónustu eða ekki. Þannig að við leggjum til að halda yfir áfram með verkefni á næsta ári og gert ráð fyrir því við gerum fjárhagsáætlun fyrir árið 2022 en ekki fleira gert, takk. Takk fyrir þetta, Silja. Ég gef orðið laust þessa fundargerð velferðarnefndar. Það er enginn sem kveður sér hljóðs og telst því fundargerðin framlögð. Og þá erum við komin að síðasta lið á þessum ágæta fundi, síðasta dagskrárlið, en hann númer 21 og þar er lögð fram fundargerð fjallskilanefndar Þverárréttar frá fundi nefndarinnar númer 59. Og ég gef orðið laust þessa fundargerð fjallskilanefndarinnar. Það er enginn sem kveður sér hljóðs og telst því sú fundargerð framlögð. En kæru fundarmenn, þá er dagskrá fundar tæmd og forseti þakkar starfsmönnum fyrir sitt framlag, sveitarstjórnarfulltrúum fyrir góðar og málefnalegar umræður og segir þessum ágæta fundi slitið.